Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum hér helgispjall. Fáum einhvern gest til að koma hingað og setjast að Rauðaborðinu og leyfa okkur að kynna sér, sem náttúrulega gaman að kynnast nýju fólki, en það líka gagn fyrir okkur að spegla okkur aðeins í einhverjum og máta okkur saman með okkur. Og nú hingað komin Kristín Vala Ragnarsdóttir. Velkomin. Takk fyrir. Ertu Kristín eða Vala eða Kristín Vala eða? Ég yfirleitt Vala eða Kristín Vala en ekki Kristín. Ef einhver kallar mig Kristínu þá líti ég ekki við. Við getum búið til félag sko. Ég nefnilega Smári og svo Gunnar Smári en síst Gunnar og Gunni alveg bara, þá fellast mér allar hendur. Þegar þú ert kallaði Gunni? Já. Já, líka ef ég kallaði Stína, þá veist það passar ekki. Já, það passar ekki. En það var þannig í barnaskóla, þá vorum við alveg upp í 5 Kristínar í bekknum. Þetta var eitthvað voða vinsælt nafn á þeim tíma. Þannig að þá varði bara Vala. Og svo var það líka langamma mín í föðurætt sem hét Valborg, ég var skýrð eftir henni. Og þess vegna kallaði pabbi mig alltaf Völu. En mamma kallaði mig Kristínu Völu að því að Kristín var úr hinni ættinni og móðuramma mín hét Kristín. Herðu, við erum að kynnast henni í Völu. Sko, þú maður tók eftir fyrir einhverjum, þú var svo lengi í útlöndum. Já, ég bjó erlendis samfleytt í 30 ár. Já. Fór lærði fyrst jarðfræði í Háskóla Íslands og fór síðan í framhaldsnám til Bandaríkjanna. Og ég var þar í 10 ár og síðan flutti ég til Bretlands og var þar í 20 ár. Og hvaða tímabil er þetta svona sem að vantar í Íslandssöguna? Tímabili sem vantar í Íslandssöguna er 1979 til 2008. Þetta er bara nýfrjálski tíminn, þetta er bara Thatcher-gosinn, hrunið. Já, en ég horfi á nýfrjálsyrkjuna innleita fyrst í Bandaríkjunum og svo í Bretlandi. Og gerir mér svo grein fyrir því að ég kem hingað að það sama átti sér stað hér. Hafði það sér stað? En Íslendingar kannski ekki alveg gert upp við það eða átta sig á því eða rætta það á sama hátt og annars þar eða eitthvað? Nei, það held ég ekki. Ráðamenn verðast ennþá vera bara í nýfrjálsyrkjunni og þeirri stefnumótum sem að þar er við líðið. Þannig að, en það er mikil umræða erlendis post-neoliberalism og allt þetta. En hún virðist ekkit vera komin hinga. Gordon Brown var að segja að það tímabili væri meira sér liðið. Við erum komin inn í nýtt. Já, eftir nýfrjálsvík tímabili væri liðið og nú væri við komin yfir í eitthvað sem var eitthvað furðu tímabil. En við látum hérna Íslandi eins og við séum ennþá í nýfrjálsvík tímabil. Já, við erum svolítið langt á eftir. Ég tók eftir því líka í sambandi við málefni sem að tengjast umhverfinu og sjálfbærni. Þegar ég kom til Íslands að þá voru Íslendingar allavega 10-15 árum á eftir í þeirri hugsun. Þannig að þetta tekur langan tíma fyrir hugmyndir að koma til Íslands. Það var einmitt út af þessu sem ég var að nefna að þú hefur verið svona lengi úti. Að þegar þú kemur þarna 2008 og maður tekur fyrst eftir það sem þú ert að segja og eitthvað svona, þá kemur það bara eins og bara úr allt annari átt. Já, einmitt, fólk bara saði sjálfbærni hvað, þú veist að hélt að það þýtti einhvern sjálfþurftarbúskapur eða eitthvað sleikt, vissi bara ekkert hvað hugtaki þýtti. Þetta hefur sem betur fer á þessum 16 árum síðan kom tilbaka að breyst mikið á Íslandi. Það sem maður tók sérstaklega eftir var að því að það var stóð fjallum sem mál og varst að fjallum eins og þau væru sjálfsögð og eðlileg á meðan að hópurinn eða salurinn var ekki komið þangað. Þannig að það var svona þessi skemmtilega skekkja sem að var mismunandi bylgjulendur. Það var það. Já, akkurat. Og maður velti fyrir sér að því að ef við má byrja bara á þessu að það er eitthvað sem heitir bara hljómgrunnur. Maður hafa verið á hljómgrunn eitthvað staðar. Eitthvað verður að hlusta. Já, og svo ef þú ert að tala eitthvað og þú verður bara að tala út frá þinni samfæringu. En hljómgrunnurinn er mjög skrítin vegna þess að hann er
hann er búin að missa af kannski svona nokkru köflum sem að þarf eiginlega að fara í gegnum til þess að taka við þessu boðskap. Þannig ég held að þú hafi lent ábyggilega í svona hljómgrunnsvanda. Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og ég þótti hjá mörgum stórfurðuleg. En síðan hefur fólk komist upp á að vera með svipaða hugsun. Þannig að þegar til dæmis sjónvarpsþættirnir voru gerðir hvað höfum við gert að þá situr mamma mín og horfir á þættina og svo þegar eru allir búnir þá segir hún og þeir töluðu aldrei við þig Vala þú varst svo fyrsta sem var að tala þessi mál hér á Íslandi þá segir mamma það allt í lagi því að nú bara fullt af fólki sem er með þessa þekkingu. En þetta samt eitthvað, þessi saga, segir náttúrulega eitthvað, hvernig samfélagið sko. Þú kemur og segir bara hér og ert bara hvaða rugl þetta eitthvað, val eitthvað, bara skrítin eitthvað og hún bara ekki alveg í takt og svo kom allir og eru byrjar að átta sig á og þá sagt, en þá ekki talað við Völu. Nei. Því þá ert þú föst í hlutverkinu að vera einhvern veginn svona svolítið á skjön. Þó svo að þið búið að laga, þetta náttúrulega... Já, það má kannski segja það, en ég bara mjög ánægð með það að það skulle fleiri vera komnir með þessa þekkingu og það mikið að þakka námi í Háskóla Íslands sem að ég hef aðeins komið en Brynhildur Davíðsdóttir hefur rekið í umhverfis- og auðlindafræði og það fjallar sjálfbærni á víðan máta. Og síðan hefur það fólk farið inn í stjórnsýslu og ráðuneytin og sveitastjórna skrifstofur og svona og þannig að hugsunin hefur breyst. Og svo hefur náttúrulega fólk farið ellendis líka og sótt sér þekkingu. Já, og svo náttúrulega kemur hugsun að utan hægt og bítandi til Íslands. Það ekki öll postskip sem að farast í hafi. Nei, og núna getur fólk náttúrulega fundið upplýsingar á YouTube og á netinu og víðar og þess vegna hef ég séð líka að unga fólki sem að koma til okkur í nám að það miklu upplýstara núna heldur en það var fyrir 15 árum. En það það náttúrulega ótrúlega breyting á aðgengi manns að upplýsingum. Já, það er mjög mikið. Þegar ég var bara forvitið barn og svona þá var það helst bara RÚV og bókasafnið. Borgarbókasafnið sem hjálpuðu. Það var bókasafnið hjá mér. Eftir ég var læs, ég var mjög sein að læra að lesa því ég er lesblind. Ég vissi það að vísu ekki að ég væri lesblind komin til Frakklands að læra frönsku eftir stúdentspróf að þá, ég man ennþá hvað kennarinn hét, hún hét Madame Achenbaum sem svona þýsnafn var frá því þeim hluta, frá Alsace héraðinu og ég var beðin að lesa upp texta á frönsku og ég átti eitthvað erfitt með þetta og þá misti hún stjórn á sér og sagði, hvað er þetta? Þið eru með stúdentspróf í frönsku frá menntaskóla í Íslandi og geti ekki eins og lesið almennilega upp á frönsku. Þá stóð vinkona mín upp, Sigríður Margrét heitir hún, sem var líka þarna í frönskunámi og sagði, Madame, hún er lesblind og ég hafði ekki gert mig grein fyrir því. Þannig að þess vegna er ég líka mjög hæglæs og miklu lengur að lesa heldur flestir aðrir. Ég held að það sé gott sko. En ég held að það sé bara gott og ég les hægt og ég streika undir og ég skrifa spássíðu og svo bara auðvilt fyrir mig að fara að finna hlutina aftur. Að því ég held að þegar fólk les svona sko, sem að sumi geta gert, þá man það ekkert hvað vera að lesa mjög lengi. Ég les svona í bókabúðum, ég segi að ég les svona skáhalt niður, að það verður svona í þessi jólabóka, þá fer ég stundum í bókabúður og reyna að lesa, þá fæ maður svona smá hugmynduna. Úti í Allen var menn með brandara sem sagði að ég fór á hraðalestranámskeið og við lásum Stríð og frið, hún er Rússland. Það var eina sem að náði. Já, ég hef farið á hraðalestranámskeið. Mér var bent á að gera það því ég var í doktorsnámi og það hefur hjálpað mér mjög, þú veist, maður
tekur svona vísindagrein í staðan fyrir að byrja bara á hérna úrdrætti og lesa svo samtækt, að þá byrja maður á að lesa úrdrátt og samtækt og skoða svo alla myndirnar og les þær, og ef að það er áhugavert þá les maður alla greinina, en ef það er ekki áhugavert þá bara þarf ekki að lesa. Og það hjálpa mjög vel. Þetta er svona virkað dagblöð, að þú lest fyrirsögnunar og eða það er ekki eða myndatekstar endar held ég sé fyrst, og svo fyrirsögn og svo kannski inngang, og ef þetta vekur áhugaðinn þá lestu greinarnar, annars bara flettur og ef ekkert að þessu vekur áhugaðinn þá ertu komin á rosalega hratt flett. Ég er oft mjög fljóta að fletta til dæmis mokkanum sem er á kaffistofunum í Háskóla. Það er ekkert sem vekur athygli. Ekki eftir að ferðina þætti, ég veit ekki hvað það sé þetta. Herðu, hérna eigum við kannski að því að það er margt í þessari sögu, þannig Frakkland og svo ertu náttúrulega jarðfræðingur og enginn skilur okkur þú út í umhverfismálunum og öðru slíku, og svo ertu náttúrulega með svona áhugaverða sýn á Íslands samfélag sem er kannski út af langdvölu þínum erlendis og kannski út af persónuleika þínum. Þannig að við skulum bara færa okkur í upphafið. Ég hef stundum spurt gesti sem að koma hingað í helgispjall hvenær þið munið fyrst eftir sér. Ég muni fyrst eftir mér þegar að afi minn átti ammæli og afi amma átti heima á Flókagötu og við áttum heima á Auðarstræti. Ég hef verið svona 3-4 ára og í ammælisboðinu var heimilislæknirinn okkar sem var giftur frænku minni og ég hafði verið mjög lasburðar sem krakki. Ég fekk bronkítis og lúnabólgu aftur og aftur, og þegar ég sá læknin að þá trilltist ég, að ég held að myndi bara horfa á mig og segja, Vala, þú ert lasin. Þannig að pappi tók mig út og bakkaði bílnum heima á Auðarstræti til þess að skemmta mér. Ég held að það sé fyrsta minningin. Og pappiðinn, hann ég þekkti nafnið hans þegar ég var eða uppnefnið hans þegar ég var barn. Ragnar Álskalli. Já. Hann var svona númer. Ég náttúrulega fættist í Hafnarfirði, þannig að hann var kannski meira númer þar út af álverinu. Já, en hann var náttúrulega svona stór fiskur í lítilli tjörn. Já. Það var svona bokki, það var svona karakter svona. Já, hann var gætt verið hrókur alls fagnaðar og fljótur að taka ákvarðanir og var falin alls konar trúnaðastörf fyrir utan það að vera fósteri Ísal. Já, sem var náttúrulega merkilegsta fyrirtæki á Íslandi þá, var eiginlega alþjóðlegt fyrirtæki sem kemur hingað inn. Já, hann náttúrulega fóstjóri fyrstu stóriði á Íslandi. Já, og alþjóðlegs fyrirtæki sem tengist þannig að koma inn svona svona stjórnunarhættir líklega býst í við og svona rekstur sjónamið sem eru nýjir. Já, og við fjölskyldan dvöldum í 2 ár erlendis, fyrst 1 ár í Austuríki, þar sem við byggum í litlu þorpi sem heitir Bad Hofgastein og er svona skíðaþorp og hann keyrði á morgnana til Lend þar sem var álverksmiðja og lærði rekstur álverksmiðju við hliðina á fórstjóranum þar og síðan fórum við til Sviss og varum í Zürich þar sem voru höfuðstöðvar Alusviss og þar lærði hann af stjórnun af stjórnendanum þar. Þannig að hann var í 2 ára starfsþjálfun áður en hann var boðið að vera fórstjóri Ísal. Þannig að Alusviss hefur kannski metið þannig að það veri betra að taka eitthvað kláran Íslending og kennarum að vera fórstjóri heldur en að taka eitthvað svissneska fórstjóri og kennarum að vera að reka fyrirtæki á Íslandi. Já, ég veit náttúrulega ekki hvað samræður voru þetta en þeir var eins og ég man eftir Ísala því ég vann þar á sumrin og bar póstamilli herbyggja og bygginga og ég var í eldhúsinu og svaraði síma og þar eftir göttunum að þetta voru allt Íslendingar. Það var 1 þjóðverji sem var skrifstofustjóri en ég held að hann hafi verið á Íslandi áður af því að hann giftur íslenskri konu og svo var 1 þjóðverji sem rak efnagreiningastöðina
hann kannski svo eini sem var ráðinn inn frá útlöndum en ég ekki alveg viss. En annars voru þetta bara Íslendingar, íslenskir í stjórnarastöðunum voru íslenski verkfræðingar og svo voru tæknifræðingar og í bókhald og öðru voru Íslendingar. Þú veist ekki hvort þetta var ákvörðun alls viss eða hvort það hafi verið Nei, veistu það, ég veit það. Krafa stjórnvöld. Þetta er á þeim tíma þegar íslensk stjórnvöld höfðu miklar voru mjög þjóðildislegur tónn í stjórnvöldum. Já, við minna náttúrulega á þessum tíma þá máttu þeir sem voru að vinna á Keflavíkurflugvelli ekki koma inn til Reykjavíkur og fara á skemmtistað. Nefnum á miðvikudögum. Nefnum á miðvikudögum. Þá voru þurridagurinn. Mátti ekki selja áfengi. Og pabbi vann þar áður en hann var ráðinn til Alusviss. Hann vann á Keflavíkurflugvelli hjá bandaríska hernum. En þetta nafn, Ragnar Álfskalli, þetta náttúrulega algjörlega klikka, Hvað þetta? Tekist það honum eða tekist þetta, var tíðarandi þannig að ég meina það engin sem með svona nafn í dag. Ég veit ekki hvernig þetta... Það skilgreint sem einelti Ég veit ekki hvernig þetta nafn settist á hann, en hann var sköllóttur frá því hann var svona í verkfræðinám á Íslandi. Já. Þá fór hann einhvern tímann upp á fjöll í landmælingar eða eitthvað sumavinna og honum fannst hárið á sér vera orðið eitthvað þunnt og hann rakaði á sér skallan og ætlaði svo að fá það upp aftur þykkt og fínt en það varð náttúrulega ekki. Kom ekki. Og þá hélt hann bara áfram að raka alltaf á sér skallan. Og þá voru ekki margir sem voru nú mjög margir sköllóttir í dag. Já, en þá voru það bara Júl Brenner Já, og svo Telly Savalas aðeins seinna. Já, akkurat. Já. En Júl Brenner hann var svona trendsetter, tók samt langan tíma fyrir aðra að taka þau upp. En núna til dæmis máu minn, hann líka alveg sköllóttur. Herðu, segðu mig frá foreldrunum, byrjum á pappaðinum. Hver Já, pabbi var sem sagt fæddur í Reykjavík. Pappans var þegar hann fæddist alþingismaður frá Borgarfirði eystra og síðan varð hann forstjóri fyrsta tryggingafélags Íslands, Brunabótafélagsins. Og fer síðan á eftirlaun og hann var komin á eftirlaun þegar ég var barn, því hann var rúmum 30 árum eldri heldur en amma mín. Þannig að hann var sem sagt ekkill og átti 5 börn og giftist svo konu sem var 32 árum yngri og hann sem sagt kemur að máli við ömmu mína svo líka frá Borgarfirði eystra. Afi var frá Desamýri og hún frá Hofströnd og talar við pappinar, hann var eina barn langafa míns og segist lítið svo vel á svo ungu stúlku en vilja fá að kvænast henni og þetta þótti langafa mínu mjög flott að gifta dóttur sína alþingismanni og hún var ekkert spurð. Hún bara sendi í húsmæðraskóla til Noregs í 2 ár, kemur tilbaka 18 ára og þá eru þau gift. Hvenær þetta? 1900? Já, pabbi fæddur 1929 þannig að það lítur að vera Þetta er eftir fyrir stríð? Já, já. Eftir að vistabandið var búið og eftir kostingarið kvenna? Svolítið merkilegt, en hins vegar hin amma mín, Kristín, móðuramma mín, hún frá Stóru Sandvík í Flóa, sem voru mjög mörg börn, voru 13 systkinin og hún var ekkert til í að vera í bústöðurum og fannst það ekkert fínt og fekk alltaf bara að vinna inni að sjá eldhúsið og búti mat og svona og síðan fer hún til Reykjavíkur og vinnur þar sem vinnukona og svo til Danmerkur þar sem hann langaði til að læra hjúkrun en langamma mín bannaði henni það og sagði að þetta væri svo erfitt starf þannig hún fór ekki í hjúkrun heldur fór hún að læra sauma og síðan hittur hún afa minn þar sem var frá Egilsstöðum í Vatnsdal og þau sem sagt gifta sig þannig að móðuramma mín sem var 10 árum eldri en Halldóra
föðuramma mín, hún valdi sér mann. Þannig svona mismunandi í fjölskyldum. Þannig þú ert í báðum áttum frá Austurlandi? Nei, Norðurlandi og Suðurlandi í móðurætt, þess að Vatnsdalur og Flóin og svo Borgarfjörður Eystri í föðurætt. Já. En pabbiðinn, þú ert að segja mig frá honum? Já, samt hann fekk berkla sem barn og var á Vífilsstöðum í 2 ár og gekk voða lítið í barnaskóla. Amma fekk að taka hann heim og hann var haldið í einangrun heima. Þannig að hann mátt aldrei vera barn í rauninni. Og svo fer hann í gagnfræðaskóla og rífur svo út og sem úlingur og ræður sig á hvalveiðibót og amma Halldóra var nú ekki ána með það. En síðan fer hann í MR og tekur stúdentspróf og þaðan í verkfræði. Og móðir þín? Mamma ólst upp frá úlingsaldri hjá ekkju að því að afi minn dó ungur, hann fekk magakrabbamein og síðan amma sem hafði ekki mátt að læra að verða hjúkrunarkona vann fyrir fjölskyldunni, það voru 3 börn sem saumakona og í fiski og síðast var hún í eldhúsinu á Hótel Borg, þannig að við fórum að heimsækja hana í eldhúsi á Hótel Borg. Og allstaðar þar sem hún var hún gífurlega vel liðin, hún var alltaf kát, hún sá bara jákvæðu hliðin á fólki og ég hugsa oft til þess að hún svo manneskja sem ég lærði mest af vegna þess að hún var svo hlý og yndisleg og það var hún sem talaði það fyrst að ég ætti að verða forseti, það var þegar Vigdís var forseti, þá var ég Kristín Vala verður forseti en það sem var svo sérstak við hana líka, hún var mjög trúið og fór á samkomur í Hörgsklíð, þar sem var svona konur úr Hafnarfirði sem að héldu svona samkomur svo amma fór á samkomum með þessum konum og hún var í beinu sambandi við almættið, sko. Hún sá ljósið. Ég gerði mig grein fyrir því þegar að ég fór að læra hugleiðslu og pæla í buddhisma og uppljómun og öllu þessu að amma hafði náð því gegnum sína kristni. Þannig að kristnin, eða allir þessi trúabrögð eru bara kærleikur í rauninni. Það lítur eitthvað að vera þarna, annars þetta líklega að fjara út eitthvað þar. Þetta getur verið tómt fals. En þetta Kristín? Þetta Kristín. Og þú skýrði eftir henni? Já. Það nú sagt að fjórðungi bregður til nafns. En hver þá Vala? Já, Vala sem sagt langamma mín, hét Valborg og hún var vinnukona á Hofströnd þar sem að Sigfús afi minn bjó með konunum sinni og þau eignuðist ekki börn en afi var svona vel efnaður á þeim tíma sem svona stórbóndi og líka í útgerð að ná Borgarfjörður Eystra og tók að sér fullt af börnum í fóstur en svo eignaðist hann barn með vinnukonunni sem satt Valborgu og Valborg sendi í burtu en þá varð langaði minn við svo óhamingjusamur að konan hans, nú man ég ekki hvað hann heitir eða hét hún sendi eftir henni aftur þannig að þau buggu saman var alin upp með 2 mæðrum og á Hofströnd þangað til hún var gefin alþingismanninum honum Halldóri afa mínum Þannig að faðir hennar hefur ekki getað lifað á þess að fá hana tilbaka á heimilið. Nei, sko ég þekki þessa sögu ekki neitt
voðalega vel, en það bara það sem að maður heyrði svona pabbi talaði aldrei þetta. En mamma heyrði eitthvað þetta og svo heyrði ég eitthvað í gegnum hana. Þetta frá því tíma og svona næstu því á því svona landsvæði að maður heyri svona fyrir sér að að engin jurt vex í þinni krús og þess svona hafa þurft að fá hana tilbaka. Þetta viljum mann á eitthvað svona tíma úr sérstöðu fólki. Já, en ég man vel eftir Valborgu langamunni, hún bjó á Flókagötunni hjá amma og afa. Já. Þannig að sem barna þarna hafði ég hitti hana oft. Hún var svona peysufattakona. Hún var alltaf ægilega fín í peysufötum. Í uniformi. Já. Eins og konur gerðu bara og fyrir 50 eiginlega, þá bara skiptu þær yfir í þetta uniform. Sem að mín staða í samfélaginu er amma. Já. Það var þannig eiginlega. Já. Það var, amma mín var þannig og systir hennar Tóta Tanta. En sko amma mín fór bara í upplut á tyllidögum. Já. En langamma mín var upp á klædd á hverjum degi. Já. Þetta svona bara í þinni fjölskyldusögu. Þá erum við náttúrulega komin yfir í eitthvað bara allt annað samfélag. Já. Konur höfðu bara enga rétt. Ég velti oft fyrir mér að mínur og afar að vísu var bærin á Hofstrand var ekki torpar þegar amma fættist, skils mér. Það var steinhús, en hinn voru öll meira og minna langafar og ömmur fætt í torfhúsum. Já. Og síðan horfaðu upp á barnabarnið sitt ganga til mennta og fara í doktorsnám og í Bandaríkjunum og fljúga út allt og svona. Þetta voru gífurlega breytingar frá torfkomum og hestbaki og yfir í flugvélar og tækifæri til að fara til mennta ellendis og svona. Mikil breytingar í tækni og svona í veraldlegri stöðu. Já. En líka breytingar á stöðu kvenna og stöðu fátækra og bara valfrelsi fólks og bara stærð heimsins sem það lifði innan og þetta eru gríðarlegir breytingar. Nú oft talað að vandinn í okkar samfélagi sé það að fólk lítur á þetta allt saman sem sjálfsagt og horfir ekki á þetta eru kannski 2-3 kynslóðir sem að berjast frá algjöru valdaleysi. Bara eiga ekkert. Já, akkurat. Yfir í það að kannski svona upp úr miðri síðustu öld að þá eru stjórnmálin að sömuleyti að snúast það að svona ekki öllu leyti en að einhver leyti að bæta kjör og réttindi venjulegs fólks. Já, ég þekkti til og talaði við ömmu mínar hvernig lífið var þegar þær voru ungar en náttúrulega börnin mín fæðast í allt öðruvísi heim og ég held að vanti svolítið hjá unga fólkinu að gera sig grein fyrir þessum gífurlegu breytingu sem hefur orðið á þjóðfélaginu sem að vera alast upp í og hér vilja allir eignast allt strax og alltaf að vera í stíl og eiginlega fínt og í rauninni húsið sem ég ólst að mest upp í á Laugalæk var raðhús sem að pabbi byggði með skólafélögum sínum úr verkfræðinni að mestu og við fluttum inn og það voru ekki komnir varanlegi gluggar í suðurhliðina, þeir voru komnir í norðurhliðina. Það voru steingólf og Tepp í stað hurða var algengt? Já, eða bara gardínur í staði fyrir að engar hurðir, það var ekkert eldhús, það var bara hella, það var engin gólf, það var ekki búið að mála veggina eða klæða þá eða neitt slíkt. Þannig fluttum við inn þegar ég var 5 ára og svo var bara Páll smiður að dunda sér næstu árin að hjálpa til að klára og ég man að koma inn í sinni stormur og þá ringdi pabbi félaga sína, það voru svona stóri gluggar á efri hæðinni í stofunni, þetta var svona raðhús á 6 pöllum, svona hálfar hæðir og
Þeir stóðu og ég man eftir þessum. Ég man eftir þessum stormi. Er þetta ekki húsin sem eru hérna á Laugaleiknum, að það er hérna verslunarkjarnin er hérna og ef maður heldur áfram í áttina Sundlaugunum, það liggja á því svona. Þetta hefur komið inn í svona hús. Þau hefur komið inn í þetta hús. Já, svona sem er á 6 pöllum. Ég held mér að mamma hafi þrifið hús á þessu svæði, af því hún var að dríja tekjurnar sem láglaunakona og var að þrífa og hún var að koma oft heim að tala það að það eru 6 hæðum húsið og ég skildi það ekki. Þegar var úlíkur þá kom ég inn á svona. Að 2 af þessum ráðhúsum voru 6 pallar en hinn voru 4 pallar af því þeir ákveðu að grafa ekki niður og þannig að þeirra hús voru það minni og síðan ég var að tala stormin, það kom það stormur og pabbi kallar út vini sína og þeir standa hann í heila nótt til þess að halda glugganum. Þetta var svona, ég man það var einhver hluti var grænt gler og svo var einhver viður og allt þetta var allt bara svona nelt inni og svo stóðu þeir hann að kalla nýra nóttina með þess stormur geisaði til þess að halda glugganum í. Eða var að glugganum. Þú ert alin upp hérna með fólki sem að ólst upp yfir allt öðru samfélagi. En einhver leiti á það ekki við börnin þín, þau hafi ekki þessa tengingu. Nei, en þau eru líka börnin mín, sko, pabbi þeirra er breskur og sonur minn Tommi er fættur í Chicago og dóttir mín er fætt í París, þar sem ég var í 1 ár. Og þannig að þau hafa aldrei búið á Íslandi. Og dóttir mín Kata býr í Bretlandi og það sem hún er barnasálfræðingur og sonur minn Tommi býr í Seattle, það sem hann er að vinna við rannsóknir í heila taugalífeyrisfræði. En ég held samt að sé þannig að það sé svona, ég meina, börnin mín á 17 ára dóttir og þegar ég er að segja henni, ég vil segja henni frá hvað mamma sagði mér að amma hefði sagt sér sem að mamma hennar hefði sagt henni og svona. Og þá segir hún stundum, sko, er þetta 1900? Þá vil hann ekki heyra neitt sem að gerðist. Og vil bara heyrast eitthvað sem gerðist eftir aldamót. Það er ég ekki búið upp á það. En hitt er bara afskrifa sem gamli dagar. Já, en það sem að börnunum mínum fannst gaman þegar við komum til Íslands, að við komum alltaf reglulega hingað í heimsókn, að það var að kynnast svona stórfjölskyldunni. Veist, mamma fór með þau allavega 2 á eitthvað svona ættarmót þar sem að allir hittust í Stóri Sandvík og fullt af fólki og þau voru bara svona, já, er þetta allt frængur og frændur okkar, vá, að því í Bretlandi voru ekki svona tengsli gegnum föðurfjölskylduna þeirra. Það var voða lítil samband við fjölskylduna þar. Já, þannig að þetta var alltaf heimur að koma til Íslands. Í svona gamla þorps samfélagi. Já, þeim fannst voða gaman að koma til ömmu og afa á Íslandi. Heldur að sé þannig að við séum kannski á leiðinni að verða þannig að svona stórfjölskyldan sé minna mál heldur en var? Eða hvort þetta sé menningamunur á milli Englands og ég náttúrulega kynntist því þegar ég kem aftur tilbaka eftir 30 ár og ég hafði sem sagt komið heim reglulega og þá var yfirleitt einhver sem hóaði saman valir í heimsókn og skulum við hittast og einhver bauð í veislu. En svo þegar ég var flutt til Íslands, þá var ég bara á Íslandi og þá er fólk komið með sínar eigin fjölskyldur og börn og barnabörn og þú veist bara allir busy í sínu. Þá fannst mér ég vera voða ein fyrir utan náttúrulega fjölskylduna mína en vinirnir voru, ég hitti þau náttúrulega mörg ennþá en þetta voru ekki svona, hafi ekki verið svona reglulegir hittingar eins og voru einu sinni. Já, ég veit ekki hvort það sé breyting sem er að verða í samfélaginu. En svona finnst það þú ert að segja þetta? Nei, veistu það að mér finnst fólk vera voða mikið með fjölskyldunni sinni. Það er bara, þá tala bara sinni fjölskyldu. Sinni fjölskyldu, já. Svo heyri ég náttúrulega af alls konar svona vinkvenna hópum sem er að gera eitthvað saman en einhvern veginn hef ég ekki komist inn í svoleiðis hóp. Þannig að, já. Herðu, ég spurði mömmu þína og þú sagði mér frá móður hennar, en þú voru að segja mér aðeins frá mömmu þína. Já, svo mamma fór í verslunarskólan
og tók verslunarpróf og fór svo að vinna sem ritari hjá skrifstofu Ríkisspítalana og hitt pappi spottaði hana vist á Laugaveginum af því hún var alltaf voða fín og svo hringir hann einhvern tímann og spyr hana og fær að tala við hana og mamma var bara svona, hver þú? Og ég hef aldrei heyrt að þér áður. Hvernig veist þú hver ég Já, ég hef nú séð það á Laugaveginum og fylgst svolítið með þér og þetta var svona búin að vera svona einhvers konar rellir og eftir henni og hún tók ekkert eftir því. En hann sem sagt býður henni í bíó og hún fer með og þannig voru örlög hennar ráðin. Það voru örlögin ráðin. Veistu hvað myndið sáðu? Veistu hvað myndið sáðu? Veistu hvað myndið sáðu? Nei, veistu það? Ég spurði aldrei að komast að því. Já, það bara seint. Gleymdur að spyrja? Ég gleymd að spyrja því. Já, en svo sem sagt, giftaðu sig og ég fæddist 6 mánuði seinna, þannig að það var einhver ferð á Þingvelli, skils mér. Og og pabbi sem sagt í verkfræðinámi og síðan haldið til Danmerkur í framhaldsnám og mamma fer með og náttúrulega og fer á það sem hún kallar grautarskóla að því að þráttur að amma hefði verið að vinna úti alla daga í erfiðisvinnu þá hljópun alltaf heim í hádeginu til þess að elda handa börnunum og á kvöldin og mamma var aldrei beðin að vera inn í eldhúsi þannig að hún þegar hún gifti sig eins og þú sagði mig þá kunni ég ekki einu svona búið til hafragraut Þannig að mér var bara ráðlegt þegar ég var komin til Danmerkur að fara á það sem hún kallaði grautarskóla. Þannig að hún fer í húsmæðraskóla í Kaupmannahöfn og læri þar að verða hagsýn húsmóðir sem hún var alltaf og búa til allt frá grunni og var alltaf mikil matarmanneskja, alltaf ægilega fínn og góði matur hjá mömmu. Og svo lærði hún náttúrulega líka að búa til slátur og allt þetta bakaði í hverju viku En ég var beðin að hjálpa í eldhúsinu þannig að ég lærði að elda mat hjá mömmu þannig að ég þurfti ekki að fara í grautarskóla. Þú fórstu í hann raunverulega í gegnum mömmu þína? Og hún var svolítið sniðuga því að ég var náttúrulega líka kannski félagskapu fyrir hann inn í eldhúsinu. Að í staðan fyrir að láta mig skræla kartöflurnar og þvo upp og gera leiðilegu hlutina þá fikk ég að hræra í pottunum og bæta við kryddi og smakka og þú veist, vinna þessa skemmtilegu vinnu. Og þannig hefur mér alltaf fundist gaman að búa til mat. En mammaðin, verður hún bara húsmóðir? Nei, hún var í byrjun bara húsmóðir, en hún tók svona, að því að þau voru nú að ströggla við að byggja þetta raðhús, hún tók vinnu heim og ég var bróður sem einu ári yngri en ég. Mamma flög heim til að eiga mig, en síðan fættist bróður minn sem ári yngri í Danmörku. Og þannig að hún með 2 börn og hún fær vinnu heim þar sem hún situr og að vélrita einhverja skýrslur og þú veist eins og þetta var svona 5 blaðsíður með kalkipappír og alveg græfin og heyri þátt í ritvélarnar sem þurfa að ná í gegnum það og hún var óslega flink að vélrita hún hafði náttúrulega verið í verslunarskólanum og hún hafði líka farið til Englands. Það var þannig að besta vinkonunnar Hameli, Guðrún Óskarsdóttir og dóttir Óskars útgerðamanns sem var náttúrulega vel auðugur. Óskar Halldórsson, Íslandsbesti. Já, sá sem í Guðskjáðutölu. Akkurat. Dásamlega persóna í þeirri bók. Guðskjáðutölu er svo skemmtileg. Hugsa ég þarf að lesa hana aftur. Mér finnst það svo skemmtileg, því að fólki finnst það svona frekar ómerkileg í safni Laxness, en mér finnst það svo skemmtileg. Já, mér fannst þú líka skemmtileg að lasa hana, ég þarf að lesa hana aftur. En allavega, sem sagt, Hameli og mamma fara saman til London og eru þar í svona einhverjum ritaraskóla og
þarna, ég veit ekki hvernig var aurað saman fyrir þessari ferð mömmu út, ég held að einhver skildmenni hafi hjálpað til, en svo fekk hún náttúrulega enga vasapenninga eða eitthvað voða lítið, en Guðrún fekk alltaf sko mánaðarlegar yfirfærslur frá pappa sínum og þá tók hún það sem hún fekk og skiptiði í tvennt og gaf mömmu helmingi. En þessar konur? Já, og þær fóru saman til Parísar og það var einhver vinur fjölskyldu Hameli sem var þar að vinna og þær sögðu að þetta væri frendi og ætla að fara heimsækjan og fengu leyfi til þess og svo fór þær að dansa á La Coupole og voru þannig einhvers þar rétt við lestastöðuna Vavin. Og það var svolítið skemmtilegt að ég var dóttir mín fættist í París og mamma kemur út þegar ég búið að sitta mig í kvilda því ég var að fara of snemma fara hríður of snemma og hún að segja mér sögurna frá því hún var í París og þá sagði mamma labbaði þarna út af glugganum og horfðu þarna niður til hægri og ég sagði hvað sérðu þar? Hún sagði La Coupole og horfðu svo aðeins meira til hægri og hvað stendur þarna við lestastöðuna, tröppuna niður? Vava! Þannig að hún kemur þarna aftur á sömu slóðir. Og þær, svo koma þær tilbaka og mamma hittir pappa og Hameli giftist Serba. Því mann nú ekki hvar hún hitti, en allavega. Þannig að og fluttu út eða? Nei, þau bjuggu á Íslandi. Milutin Kojits hérna. Sástu Óskar, pappa hennar ekkert hann? Nei, man ekki eftir því. Nei, man ekki eftir því. Og þær voru alltaf voða mikla vinkonur, Hameli og mamma. Þær eiga báða 4 börn og öll á svipuðum aldri. Þannig að svo eignaðist mamma, eða foreldrar mínir, son sem 11 árum yngri ég. Það Sigurður bróðir, hittir Halldór bróðir sem ári yngri og svo dóttur sem fættist þegar ég var 20 og það Magdóra. Þannig að við erum 4 systkinana á 20 árum. En mamma var fyrst að verða. Frábært að koma svona börn seint. Já. Örverpi, það frábært. Það heldur lífi í foreldrunum lengi. Já, hún var náttúrulega alin upp á allt annan máta heldur en ég. Svolítið textur. Ég mátti aldrei gera neitt. Ég mátti ekki fara út í samkamur og ég mátti ekki fara að gera hitt og þetta. En Magdóra mátti allt. Þau voru svona meira svo af og amma. Ég man að ég rætti þetta einhvern tíma mamma og hún sagði, já, hvað heldur Vala mín að við hefum kunnað að ala upp börn þarna á þessum árum, þú veist, þegar við erum allt í einu komið með 2 lítil börn. En hvað með það? Svo fer mamma að langa til að læra meira og hún fer í námsflokkana, læra tungumál, læra þýsku, læra frönsku og ég held að hún hafi líka byrjað að læra spænsku og svo drífur hún sig í Hamrahliðina. Í öldungadeildina. Tekur þar stúdentspróf og fer síðan í Verslunarskólann og tekur viðskiptafræði og útskrifast árin sem hún var 60 og það sögðu allir við hana að hún myndi aldrei fá vinnu. En áður nú útskrifaðist, það var búið að bjóða henni 3 vinnur, hótelstjóri á nýja hóteli, stýra einhverjum innflutningi á einhverjum vörum svona til þess að halda mat heitum á sjúkrahúsum eins og þú sérð, svona einhver búnaður sem hættar að sem úr þykku plasti og hættar að þvo. Brúnu plasti. Já, voða ljótur. Og oft mikil vombrið og spýtur hún þetta lyft upp og svo horfið fólk á mati sem það fær. Já, svona svo, en sko 3. vinnar og það var vinnar sem hún tók var á skrifstofu Ríkisspítalana sem að hét það náttúrulega eitthvað annað, það var skrifstofa hjá Landspítali sjúkra og var ráðin þar einn sem viðskiptafræðingur að sjá byrjaði því að sjá innheimtu frá öðrum sjúkrasamlögum erlendis fyrir þessar erlenda ferðamenn sem voru á Íslandi og það hafði aldrei verið rukka fyrir því
en mamma fer að rukka, ringir út og tala þýsku og tala dönsku og þú veist og ensku og það fara að streyma inn peningar og svo komst hún aldrei yfir það að þegar að þetta verður svo opinbert að það sem verður að greiða fyrir erlend fólk sem að lendir hér á spítala að þá voru bara fjárlögin minnkuð. Hún var algjörlega brjáluð og var brjáluð í langan tíma vegna þess að henni fannst þetta svo óréttlátt. Hér var hún að reyna að spara og fá réttlætan borgun fyrir þjónustu og þá hefði nátt átt að nota þennan pening í að byggja betur upp en ekki að minnka fjárveitingu. Fjármálaráðherrann tók þetta bara, ávinningin. Já. En þetta er svona konur í karlaheimi, svolítið. Já. Þú veist að lýsa mömmuðinn og vinkonu hennar og þú veist ritari, þú getur ritari og svo koma börnin og þá ertu bara húsmóðir eins og sættir. Og svo eignast hún örverfið, þannig að þetta er langu tími þar sem hún er að sinna börnum. Já, einmitt, og ég glemdi því að í millitíðinni fór hún, þegar hún fór að læra að verða leiðsögumaður og var svo í leiðsögn í svona dagsferðum þarna. Og þá var amma Kristín komin á eftirlaun og hún hjálpaði til við að líta eftir Magudóru og Sigga. Þannig að já, hún, og henni fannst það voða gaman að vera leiðsögumaður og ég fór líka í leiðsögumannaskólan og var leiðsögumaður, þess vegna endaði ég í jarðfræði af því að annars hefði ég farið í læknisfræði og það var það sem ég ætlaði mér að gera. En þetta með að hún eiginlega svona klára nám og þennan karriér byrjar þegar hún 60. Já. Er það gullaldartíminn svona, er það besti tími hennar ævi? Það var besti tíminn á hennar ævi, já. Þegar konur eru lausar við börnin, já. Að þá loksins fá þeir að bara lifa fyrir sig. Já, henni fannst þetta svo gaman. Hún áttaði sig náttúrulega á því að þrátt fyrir að hún væri já, vegna þess að hún var nýútskrifuð þá kunni hún margt sem að aðrir kunnu ekki. Þú veist, hún kunni að nota tölvu og hún kunni alls konar reikningsskil og alls konar sem að aðrir höfðu aldrei lært og hún fann það líka út að vera í svona kallaheimi það sem að hún var sem sagt með í svona einhverjum millistjórnendum, þess að voru flesti kallar að þá voru þeir voða duglegir að stela hugmyndurum hennar því að hún var alltaf að reyna að breyta og bæta þannig að hún lærði það að þegar hún kæmi með einhverja hugmynda þá var hún með þetta að skrifa á blað og nafnið hennar undir þá gat enginn hlaupið með og sagt að þetta væri hans hugmynd og hún einhvern tíma hringdi innan frá Bretlandi þar sem að ég var í vandræði með kallaveldi sem ég var að vinna með þar og ég sagði hvernig díla maður við svona kallfauska sem að vilja ráða öllu þá sagði hann besta leiðin er að gera svolítið góðlegt grín að þeim þannig ég fór að tileinka með það þó gekk alveg ágætlega Hæðnin er svona kurtislegt en alveg baneitra vopn. Já. Herðu, þegar þú ert alveg upp, skiptir máli að þú setja elst, það er svo stutt á milli þíns og bróðu þíns. Já, við Halldór vorum mjög náin. Já, það ekki, það er yfirleitt þannig þegar það er svo stutt á milli. En svo eru náttúrulega, sko, ég elst alls ekki upp með systur minna því að árið sem hún fæðist það er árið sem ég flytt út þá er ég fann til Frakklands að læra frönsku og svo kom ég heim og var heima í nokkru mánuði þá voru þau flutt af Laugalæknum upp á Laugarásveg og þetta er svo frænkanar já, í rauninni já, og síðan eignaðist kærasti í Frakklandi og hann er alltaf inn og komið til Íslands og þá fórum við að búa saman og þannig að ég volst ekkert upp með systur minni en bróði minn Siggi að hann er sérst 11 árum yngri þannig að þegar ég flytt út þegar ég er
Hann náttúrulega barn þegar þú ert unglingur, hann svona barnið sem kemur inn og fyrir að rugla í hlutunum þínum og en mér fannst alltaf mjög væntum hann var aldrei með neitt yfirgang. En þegar þú ert annars upp, ertu þá að því að þú ert að tala konur sem sendar í grautaskóla og það eru ala konurnar upp sem konur. Varst þú alveg upp þannig að þú ættir að vera að þinn farvegur væri þarna kvennastrætið hérna en á meðan að ef þú hefði verið strákur að þá myndi standa hrettandi búða? Já, mamma reyndi það svolítið en ég snerist alveg við sem unglingur og vildi ekkert hlusta á það sem hún sagði og ákvað það bara það hefði nú kannski ekki verið fyrir í menntaskóla af því þá mér fannst alltaf mest gaman að raungreinum í barnaskóla, í starffræði og svo þegar ég fór að læra eðlisfræði í gagnfræðaskóla og svo efnafræði í menntaskóla þannig að þá ákvæði það að ég ætlaði bara sýna það að ég gæti gert allt sem strákarnir gætu þannig að ég hefur vann samkvæmt því prinsipi og svo þegar ég sem sagt klára stúdinspróf og fer síðan í jarðfræði það sem var pappa mínum nú algjört frat, hann vildi að ég færi í einhvers konar viðskiptafræði eða stjórnunarfræði bara svo ég geti orðið svo einhvers konar stjórnandi eins og hann að því honum fannst það gaman og hann hafði ekki farið í svoleiðisnám, hann hafði farið í verkfræðinám en ég en svo baði hann einhvern tíðan að kaupa fyrir mig bók þegar hann í jarðfræði þegar hann var ferð sinni til útlanda og hann kemur tilbaka með hana og hún var eftir prófessor við Berkeley háskóla, Ian Carmichael og hann flettir henni svona fyrir fram og hún full alls konar starffræðiformúlum og línuritum og alls konar dóti og myndum og fasadiagrammum og hann segi, skilur þú þetta alls saman? Ég sagði, já pabbi minn, já, gera það þess vegna baði ég að kaupa bókina eftir það þá var að því að það var einhver starffræði þarna einhver svona eðlisfræði líka sá hann að þá var þetta ekki algjört frat að vera í jarðfræði ég held að hann hafi bara séð fyrir sér svona jarðfræðing svona gamaldags með hamar út í móa þú veist það er náttúrulega Sigurður Þórarinsson með húuna já, hann var náttúrulega einn hann af var bara jarðfræðingurinn en varst ekki pappastelpa? Ég segi það nú bara því að pappiðin kallaði Völu og þú ert Vala en mamma, þú ert pappastelpa. Já, ég var í miklu Hvað er það að vera pappastelpa? Hann dekraði við mig. Hann dekraði við mig. Hann fór náttúrulega mikið til útlanda og fundi til Sviss og víðar. Hann kom alltaf með flottustu fötin handa mér. Og svo eitthvað frat handa Halldóri. Halldór var ofsalega fúll. Það er náttúrulega mikið Þetta var ekki skemmtilegt. Mér fannst þetta ekki skemmtilegt. Það ekki? Nei, mér fannst þetta ekki svo óréttlátt að hann væri bara að kaupa eitthvað flott handa mér af því að ég var upp á stelpan hans en ekki handa Halldóri. Þannig að það voru svona átök í fjölskyldunni þannig, það stundum þannig að það er svona flokkar, félög, pabbi og þú og svo mamma og bróðin. Já, mamma var Halldór satt í fangina mömmu þangað til að hún var orðin svo ólétta Sigurði að það var ekki pláss fyrir hann lengur. Þannig að fyrstu 11 áran. Hann hefur verið fangin á mömmu sem 10 ára, þangað til. Já, þannig að hann var mömmustrákur og ég var pappastelpa. Þú varst í þessu fangi en hann kom bara svo stuttu seinna þess að það stúð látin á gólfið og handtekinn og svo hún hélt á honum. Já, mamma sagði að ég sittu var mitt út í horni með þumalputtin upp í mér. Einhver bendi mér á það einhvern tímann, einhver sálfræðingur að ég hefði líklegast ekki fengið voðalega mikla móðurást. Halldór tekið sess þinn ofsnæmi. Já. En var pappin góður í að velja föt? Alltaf svakalega flott. Mamma sagði að hann labbaði ábyggilega inn í búðina þar sem hann var einhver stelpa afgreiða sem var svipi og ég og sagði, viltu fara í þetta og síðan labbaði með út. Og einhvern tíma keypti hann handa við kjól þegar í menntaskóla. Rauðan kjól. Þetta var svona rauður, eiginlega fatt með svona rennilega sérna niður. Og hann hafði líka keypti handa með rauða háhælaða skó. Og svo fór ég, notaði þetta sem veiðikjólur minn. Ég fór í klubbin
brást aldrei, lappaði bara upp á barnum og horfði svona upp á einhvern strák svona upp og niður og hafa bara mættur. Ég sagði að pappa aldrei frá því. Ég hef aldrei heyrt þetta hugtak áður, veiðikjóll. Er þetta til eða? Ég náttúrulega ekki á kvennaklóstunu, þannig ég þekki ekki tal kvenna. En er þetta hugtak til, veiðikjóll? Ég held að þetta sé bara mitt hugtak. Ég sá fyrir mig, þá varst að segja þetta, að hann hefði verið að kaupa handa litlu stelpunni. Ég sá því fyrir mig svona 5 og 6 ára. En hann var að kaupa á því bara þegar þú ert orðin ung kona. Já, akkurat. Já. Herðu. En, já. Nei, við þurfum ekki að tala um það. Bara það má tala um það sem vilt. En hérna, þegar maður er svona, ég veit ekki hvað, heimur er alltaf stækka, sko. Hann stækkar þegar maður er kannski 7 ára og svona skólinn og fleira stækkar það og þú veist það því að maður byrjar í faðminu á mömmu og svo maður settur niður á golf. Já, og svo er það verða íbúðin og svo er það hverfið, eða gatan og svo er það hverfið og þetta stækkar í svona áfengum og kannski svona þegar maður 7 ára þá byrjar maður svona verða svona meðvitaður heim fullorðina, sko. Annars var náttúrulega samfélagið allt öðruvísi þegar við vorum ung, sko. Ég verið þegar ég var 5 ára og þegar ég fer út, þá held ég að séu 32% af íbúum Reykjavíkur eru börn. Svo skilgjum í dag. Sko en ef að 5 ára fer út í dag, þá held ég að sé komið niður í bara eitthvað 16 eða 17%. Þannig það var borg í Reykjavík sem var barnasamfélag. Já, sko, þarna á Laugalagnum, það var verið að byggja þarna allir þessi hús, á Laugalagnum, Bugðulæk, Rauðalæk og þarna var gífurlega mikið af börnum og Laugarnesskóli sprakk og þess vegna var Laugalækjarskóli byggður og ég held að hafi verið, það voru 6 bekkir, svona samhliða bekkir, jafnaldra bekkir og skólinn var 3-skiptur. Þannig að sumir var frá 8 til hálf 12 og sumir var frá hálf 12 til 2 eða eitthvað og svo sumir frá 2 til 5. Þannig að þetta var svona. Því það var ekki, þráttur að vera búið að byggja nýja skóla, það var hann ekki nógu stór fyrir allan hennar fjölda börnum og við vorum úti að leika okkur alltaf. Og þetta var bara heill heimur sem var það sem ég held að sko fullorðna hafi ekkert vitað og það voru stofnuð félög og alls konar. Það var þarna óformlegt samfélag barna. Já, við fórum í sund saman, gamla Laugardalslaugin var þarna náttúrulega bara fyrir framan stofugluggan og svo var þarna bær í borg, hérna, ekki Berg, það sem að lögreglustjórinn bjó og það var svona stórt tún þar í kring og svona barð á milli, hérna, bakkassis okkar og hérna, og við vorum að grafa inn í barðið og steypa og búið til bílskúra og hús og keyra bíla og alls og svo voru strákarnir úti í meira, hérna Halldór meira með félögun sínum að þvælast í njólanum þarna í Laugardalnum að þetta var ekkert nema njóli og þannig að það var voða mikið frjálsræði sem við höfðum þarna og þá svo bara kom mamma út og kallaði matur og fór heim og gleypti sér matinn og var svo farin út aftur. Það var frábær tími og staður til þess að vera barn. Já. Einhvern tíma sagði eitthvað við mig hérna, það er alveg frábært að vera barn á Íslandi, það er alveg ömurlega leiðilegt og rúlingur. Af því að þá koma svona hugmyndir hvernig hlutin ætti að vera og þá kemur kannski svona, þegar maður rekast á svona fábreytileikan í samfélaginu og það er einsleitnina og það er hérna, Ísland á meira í erfiðleikum með að uppfylla svona ævintýra þrá unglingsins. Já, mér fannst nú, ég var sem sagt í Austurríki og Sviss frá 12 til 14 ára aldurs og kem svo tilbaka. Þá náttúrulega, ég fór inn í sama bekkin, hann var í vísu svolítið breyttur af því að ég fór í síðasta bekk í barnaskóla og komin hann inn í gagnfræðaskóla en samt að mestu sömu krakkarnir og fólki fannst ég mjög skrítin af því að einhver kennari kemur á ninn sem að hafi ekki séð mig áður og spyr mig hver ég er og
Ég sagði hver ég var ef ég hefði verið erlendis í 2 ár. Það fór allt á annan endan hjá krökkunum. Erlendis. Þetta var svo hallarslegt orð. Margir þeirra vildi ekkert við mig tala að ég hefði verið erlendis og talaði eitthvað svona formlegt mál eða forneskilegt mál. Ég var ekki úti, ég var erlendis. En svo var ein vinkona mín sem bjó í næsta húsi við mig, Kristín, líka Kristín, það var nú eitt, það voru þarna 2 Kristínar hlið við hlið, að hún passaði upp á mig. Þannig að hún, við sátum saman og lærðum og ég hef náttúrulega mist úr 2 ár í dönsku og svona og hjálpaði mér og þannig að það var mikil og svo las pappi fyrir mig stíla því ég var mjög lélega í stafsetningu. Mamma las stílana og pappi fór yfir þá til þess að reyna að leiðrétta svolítið skriftin, eða réttskriftina hjá mér. Nú er fólk miklu meira að flytja á milli landa og börnin fara með og ég man það einhvern tímann var ég talaði ég mikið við Íslendinga sem voru í Noregi að því að þeir eru ferðalagi þar var svona leitaðist eftir því að tala við Íslendinga og þá áttaði með svo því að það var svo mikið þetta var eftir hrun og mikið Íslendingum að flytja og þá yfirleitt bara gleði á öllum heimilum nema það sem að voru unglingar. Það gott unglingarnir verið svo dabrir yfir að hafa verið slitnir upp með rótum frá Íslandi og sett þar einhvers staðar, lent inn í unglingaskóla sem eiginlega versti tímin að koma utanakomandi eins og þú máttir ekki segja nema erlendis þá varstu bara afskrifuð í skólanum. En hvernig var það fyrir þig að annars vera að fara til Austurríkis og svo koma til aftur? Já, ég náttúrulega, við förum inn í skóla, við Halldór að skólastjórinn í þorpinu í Bad Hofgastein ákvað það að við ættum að vera saman í bekka þá getum við aðstofa hvort annað. Við höfðum aðeins verið í þýskutíma hjá konunan Stefán Edelstein sem ég man nú ekki hvað hét þannig að við kunnum svona slangur í þýsku þegar við komum út en svo var okkur bara hentan inn og við þurftum bara að fylgjast með en það tók 3 mánuði þá vorum við farin að tala þýsku en sko það var búið að skipta þá var ekkert net, ég held að það sé erfiðara núna eins og þú kannast við að fólk fór til Frakklands í nám og þú varst bara að læra frönsku annars myndur þú svelta bara en nú er það ekki þannig, nú tekur alltaf með Ísland með þér heim og ert bara meira og minna í samfélaginu sem varst í Já, eina sambandi sem við höfum heim var að skrifa vinkonunum og fá skrifa tilbaka og amma Halldóra sá til þess að það var sendur harfiskur og einhver svona íslenskur matur samt okkur og einhver dagblöð þannig að pabbi las þau náttúrulega og mamma gerir ráð fyrir líka en já, það var ekkert samband maður var bara að passa þarna inn í nýtt samfélag og þetta ár í Bad Hofgastein var yndislegt af því að það var skóli frá 8 til 12 og svo kom mamma okkur Halldóri í skíðaskóla þannig að eftir hádegi að fara í skíðaskóla og svo þá náttúrulega þú búið með hann að þá fórum við bara að skíða þannig að þetta var bara þannig skóli fyrir hádegi, skíði eftir hádegi og við skiptumst á að vera heima hjá Sigga bróður sem var þá 2 ára þannig að annarkvort fór ég með Halldóri eða ég með mömmu eða hann með mömmu og eitt okkar var heima til að passa Sigga og svo sumarið var yndislega gott veður og maður bara í sundlauginni að leika sér með krökkunum Þetta var sælutíð Þetta var mjög skemmtilegt ár það var rauninni miklu skemmtilegra ár heldur svo árið í Zürich þar sem allt var svona meira formelt og svona en krakkarnir tók okkur líka mjög vel í bekknum En það var eiginlega erfiðar að koma tilbaka Já, það var í rauninni erfiðar að þrátt fyrir að mikið af þessum krökkum væri sömu krakkarnir En svo lagaðist það náttúrulega Þetta er stór tími þetta er langur tími á þessum árum Þetta eru 2 ári langur tími, já Herðu, en fjölskyldaðinn, er þetta ekki því að þú ert svolítið pólitísk og svona, ertu ekki alveg upp í bara einhverju erki íhaldi eða eitthvað? Jú, algjörlega.
mikli sjálfstæðismenn, foreldrar mínir. Og ég pældi voða lítið í pólitík sem unglingur. Eins og sjálfstæðismenn gera. Þeir pæla ekkert í pólitík. Ég man að ég var í svona til hliðar í einhverju vinahópi þar sem að voru svona spekingar eins og Mörður Árnason og fleiri sem að mér fundist mjög klárir og vel að máli komnir og ég var svona meira feimin og var voða lítið að pæla í þessu. Síðan kem ég inn í háskólan eftir þetta ár í Frakklandi. Þá Kjartan Gunnarsson bara allt í einu mættur heim í stofu og að spyrja hvort ég vil ekki vera í framboði fyrir vöku. Og ég var nú svo hlessa fyrst og ég sagði ég hefði ekkert pælt í svona þetta er ekkert mál þú bara ég bara hjálpa þér. Svo skrifaði fyrir mig ræðina og lét mig æfa mig hangað til að hann var ánað með hana og svo flutti ég ykkur að ræðu og svo var ég sem betur fyrir ekki kosin einn. En svo eftir fyrsta árið í háskólanum, þetta var á fyrsta ári, að þá umturnaðist ég algjörlega og fór frá því og kaus allaballa. Þannig að það var einhver hugafarsbreyting hjá mér. Allt í einu vaknaði ég upp. Þetta er náttúrulega svona áhugaverður pólitísku tími, þarna þú nefnir Kjartan Gunnarsson, þetta er náttúrulega, þarna er heimreiða klíkan að fæðast. Já, akkurat. Ég gerir mig grein fyrir því núna, seinna meir, sko. Hvaða erindi voru þarna, hvers erindi voru mannsins sem kom til þín þarna. En síðan var náttúrulega vinstramegin var, vilda vinstrið var þarna. Ég veit, Mörður var nú alltaf svona bara í alþýðubandalæginu, ég held að hann hafi ekki farið í fylkingun og það. Jú, það ekki? Ég man það bara ekki. Ég bara man ekki hvað það var. Ég held að hann hafi verið með í fylkingunni. En ég man þetta ekkert svo grant. Inn í flokkonum voru líka svona einhver átök og svo varstu með vilda vinstrið og þau hafðu náttúrulega mikið ítök í háskólanum og það voru ýmis svona hreyfinga fyrir utan formúlu stjórnmálaflokkana sem að voru, bæði út af fyrst kannski Vietnam og svo í Suður- og Mið-Ameríku og ýmis konar átök og mikil átök á vinnumarkaði, það voru stór verkvöll á þessu tíma og svo kemur 78, kemur fellur meiri hlutin í borginni, sjálfstæðismenn. Já. Stórkostlegur. Man svona óljóst eftir þessum tíma. Já, og svo sama ári eru A-flokkarnir, alþýðuflokkur og alþýðubandalag bara nærði að ná meirihluta þingi. Það var með 28 þingmenn. Það var bara, en þurftu Framsóknarflokkinn sem að þá var það mjög vond stuttlífi ríkisstjórn. Þetta voru mikil svona pólitísk átök, rauðsokkurnar að koma þarna svona frá því fyrir 70, kvennafrídagurinn hvað, 75? 75, já, ég var þar. Já, það átök í blaðaheiminum, dagblaðið stofnað 74 og helgapósturinn 79, þetta er svona kennileitum það sem að blaðamennir eru að rífa sig frá valdinu og telja við að skrifa út frá sjónarhóli almennings skattgreiðandi og neytenda held ég að hafi verið frasin. Ég man svo vel eftir því að þessum árum að þá pabbi las öll dagblöðin. Já. Og þegar ég var komin til Bandaríkjana í nám, þá fekk ég svona blaðapakka senda frá Íslandi sem að ritarinn hans, Sigríður, setti post og ég fekk allan pakkan. Þannig að ég las ekkit annað, Alþýðublaðið, Tímann, Morgunblaðið, náttúrulega Vísi, Dagblaðið, ég man ekki hvað þessi blöð héti þá. Og svo komst mamma að því að hann var að senda mér þetta vinstrirusl og þannig að pappa var bannað að senda mér neitt nema mokka. Og þar með mistuðu tengsli við Ísland. Það misti ég tengsli. Svo bað ég bara að ég sagði bara ég les ekkert annað heldur en íslensk dagblað Ég hef bara margt annað að lesa. Þannig að gjöru svo vel að hætta að senda mér dagblöðin. Það er líka ekki gott að senda fólki í útlöndum bara mokkan. Því að þú getur bara að pröfa þetta og fer bara inn á tímari.is og skoða gömul blöð
að mogginn hann nær eiginlega, þú veit, aldrei nær hvað var að gerast í samfélaginu að skoða moggan. Nei, það var heldur ekkert verið að reyna að gera það. Nei, þú nærði aldrei svona stemmingun í bænum eða þú getur, ég var náttúrulega alltaf á svona jaðrinum á Helgapostunum og Djefaf og svo Pressunni og svona, að þú getur skoða þessi blöð, þú bara skynjar strax einhvern veginn svona stemmingun í bænum, en þú sér það aldrei í mogganum, sko. Því hann er einhvern veginn að segja okkur hvernig hlutinir ætti að vera eða gætu verið, hann er eins og sé alltaf að segja okkur fréttir af einhverju svona módeli að samfélaginu, en samfélagi sjálf bara kemst aldrei inn í þetta blað, nema þeir eru stór slís eða einhverju svoleiðis samfærið, þá er hann í stuði, sko. Já, einmitt, það var alltaf verið að ringi mig þegar ég flutt til Íslands aftur og bjóða mér áskrift á moggan. Ég sagði nei takk, ég skal íhuga það þegar Davíð Oddsson er ekki lengur ritstjóri endurskrifa söguna, þá skal ég íhuga það. Hann er orðið 75 held ég, en hann er ennþá samt. Hann er alltaf ekki þetta. Nei. Heyrðu, getur útskipt fyrir mér af hverju að þú heillast að jarðfræði? Já, Þú sagðist að verið leiðsögumaður? Ég var leiðsögumaður í svona fjallaferðin hjá Guðmundi Jónasinni, þetta var svona 12 daga ferðir. Það sem að var keyrt með rútu og svo eldhúsbíl, það sem að voru tjöld og 2 eldri konur sem að elduðu mat og það var svo gist í tjöldum nema ég smegði með stundum inn í skála ef það var ploss í skálanum í Landmannalögum eða viðar, en við keyrðum þegar allir vegi voru opnir og þá keyrðum við norður Kjöl og suður Sprengisand. Þannig að við sáum mjög mikið af Íslandi, fórum inn í Þórsmörk og já, þannig að þetta voru mjög skemmtilega ferðir. Og hvað sýnir maður túristum, eða talar með túristum, og ég náttúrulega talaði frönsku og þýsku og dönsku og ensku, þannig að í stundu var ég að tala 5 tungumál á hverjum degi og algjörlega rugluð. En þetta var svakalega góð þjálfum í að skipta frá einu máli yfir í annað. En ég var með jarðfræðibókina eftir Þorleif Einarsson á hnjánum allan tíman, fletta upp. Og en það er ekkert að sýna nema grjót? Það er ekkert að sjá nema grjót, þú veist, og jöklar og grjót og eldfjöll og hraun og jarðhiti. Og er það ekki túristinn í .com/strik eftir Pétur Gunnarsson sem segir þegar hann sér rollurnar út í spísandi steni orðaður steina, af því að það er ekkert. Nei, þannig og svo var ég náttúrulega með einhverja blómabók líka til þess að fletta upp blómanöfnum eða jurtanöfnum en það var ekkert annað og svo sem með mér, þetta eru bara mjög skemmtilegt. Svo fór ég upp í háskóla, ég fór að skoða kennsluskrána og pæli þessu og talaði við Völu vinkonu mína sem að var að læra líffræði. Spurði hana hvernig hún héldi að jarðfræði væri ekki kannski skemmtilega og hún sagði já, byggilega og eitthvað svona tjettkaði þessu. Og svo fór ég setti ég upp svona skema, þú veist, með á móti að vera í læknisfræði eða jarðfræði, þú veist, hvort væri nú skemmtilegra. Og komst að því það væri miklu skemmtilegur í jarðfræði því þá getur maður verið úti en ekki inni á spítala með einhverju veitu fólki. Þannig að þessna fór ég í jarðfræði. En svo pældi ég stundum í því. Ég ekki bara að skella mér í læknisfræðina. En svo var náttúrulega ekkert úr því. En ég hef alltaf haft áhuga á heilsu og mataræði og allir þessu og á heilt bókasafn af bókum mataræðaheilsu og næringafræði og svona. Hvernig matvælainaðurinn er að drepa okkur? Já, algjörlega. Þess vegna hef ég ekki borðað neitt nema hollan og góða mat alla mína ævi, sko. Sleppti allir úr ruslfæðinu þegar ég var komin til Bandaríkjanna. Það sem er nóg til að því? Já. Og sykri líka. Ég hætti að borða sykur fyrir 40 árum. Já. Það var bara vegna þess að ég var með svo, ég komst að því að ég væri, ef ég borðaði sykur að þá hefði það svo mikil áhrif á geðhrifin hjá mér. Já.
og þannig að ég hætti að borða sykur og þá bara stabiliseraði þetta allt saman. Annars var ég hundfúl og leiðileg. Þú ætti að drekka kaffi svona hreyfir svona einhvern veginn orkustöðunar hjá manni, kannski svipað og sykur eða hvað? Já, ég set ekkit út í kaffi, ég drekk bara kaffi svart. Ég held nefnilega að kaffi ef það er gott kaffi, að það sé bara nokkuð holdt. Ég var lengi með eina reglu sem var þú mátt borða sykur, en bara sykur sem þú lætur í matinn. Þannig þú mátt ekki kaupa sykraðan mat. Nei, Því að málið það til dæmis ef þú ert að baka köku eða kaupir köku, að þú myndir aldrei setja sykurinn sem er í kökunni eða keksinu eða matnum sem þú kaupir sem er búið að búa til. Þú myndir aldrei hella svona miklu sykri í það sjálf. Nei, sko, ég komst fljóta því að ég hefði bakað mikið með mömmu. Hún bakaði alltaf í hverju viku að þegar ég hætti að borða sykur og ég baka og að lítið síðan, en ef ég baka þá nota ég bara helmingin af þeim sykri sem eru uppskriftinni og það er alveg nóg. Það er nóg fyrir þig, fyrir þess að þú ert búin að venja þig af sykri. Já, og ef ég tek einhvern svona bita í einhverju boði, eitthvað svona einhver kaka sem er að bjóða mér og þá náttúrulega fæ ég mér smá flís, en mér finnst þú svo sæt að mér verður bara svona óglatt. Mér finnst þú ekkert góð. Já, ég hugsaði þetta þegar ég var á þessu að bara borða þann sykur sem ég lét sjálfur í matinn. Að þá náttúrulega minnkar þolmannska hvað sykri. Já, ég man að ég fór fekk mér ís á Erpsstöðum. Já. Og það var svo sætur, eins og allur svo Valdís ísinn til dæmis, hann er bara alltof sætur. Sko. Ég finnst það nefnilega líka. Það er alltof mikill, þannig að þá horfði ég svona upp á bæinn og hugsaði, þú veist, ef þau væri ekki að borða nóga kropp og svona á kvöldin, þá er þetta miklu betri ís, af því að þú byggir náttúrulega upp þol fyrir sykri. Það er mikilvægt að sá sem er elda mati sé með svona svolítið normal sykurþól, það sé ekki komið með það upp í hæstu hæðir, eins og gerðist til dæmis hjá Davíð Skeving þegar þau byggu til hvað héta hjá honum, Kólað hann bjóti kóladrykk mennst að hann var að búa til Svala hann bjóti Svala, en svo var hann líka með góstrykki og það var algjört flopp kóladrykkurinn og hann sagði þetta sjálfur sko, hann sagði að gallinn var það að fólki sem var að búa þetta til sem var vann í verksmiðjunni, það var alltaf að drekka að það var búið að byggja svo mikið þol fyrir sykruðu drykkjum eða gerfisykruðu drykkjum. Það settu of mikið af sykri. Já. Og það floppaði þegar það var selt út fyrir verksmiðjuna. Já. Gerfisykur er náttúrulega algjört skaðræði. En jarðfræði, þú ert jarðfræðingur og hvað hann hlýtur að vera eitthvað svona greina, hvað svona jarðfræðingur ertu? Þú ert ekki... Ég byrjaði, BS-verkefni mitt var að kortleggja Fagraskógafjalli í Hítardal sem var gífulega stórt verkefni og var í heilt sumar að príla upp hvert einasta gil að mæla segulstefnu í hraunum og kortleggja sirpur af hraunum og þarbútigötunum búið til jarðfræðikort á svæðinu og það var hundleiðilegt veður meiri hluta sumars og í lok sumars ákvað ég það að ég ætlaði ekki að verða fellt jarðfræðingur en svo ég ákvað við hefum samilað vinn sem er jarðfræðingur hann er meira út í feltinu Það er rosa gaman að hlusta á hann segja að mann er sögur úr feltinu sko, sem hann er lokaður inn í eitthvað á Suðurskautslandinu í einhverju tjaldi, kemst ekki út. Þú vildir þetta ekki? Nei, ég ákvað það. Ég ákvað það að mér þetta voru gaman að efnavarmafræði eða thermodynamik og það var skemmtilegasta sem ég fæið í jarðfræðinni og fór að pæli því hvernig ég geti nýtt mér það í jarðfræði námi og talaði við Stefán Arnórsson sem var það á Orkustofnun og hann og ég sagði mér ég hefði ákvað að læra meira varmafræði vass og efnahvarfa milli bergs og vass og honum leist mjög vel á það og síðan sótti ég háskóla það sem að voru prófessorar sem að voru að vinna rannsóknar á því sviði og hefðu skrifað kennslubækur og annað og ég svona eins og ég yfirleitt fer ég í mikla herferði ég ætla að finna eitthvað út þannig að ég skrifaði 30 bréf á þýsku, á frönsku og ensku og sendi til Bandaríkjanna og Bretlands og Frakklands og Þýskalands og kom svo að því að
í Evrópu var með beint bara til eins prófessors í Frakklandi, hann væri sérfræðingur í þessu. En í Bandaríkjunum þá var mér aldrei bent á annan háskóla. Þannig að ég endaði með því að sækja eina 5 háskóla í Bandaríkjunum og ég komst inn í eina 3 og svo endaði ég með því að fara til Northwestern University sem í Chicago. Læra mér svona, læri föðurnum sem byrjaði á því að vinna með það að tengja saman efnavarmafræði bergs og vass. Getur þú útskýrt þetta eitthvað hvað þetta snýst svona fyrir eins og ég væri bara 12 ára? Já, sko þegar að vatn seytlar berg að þá leysast upp steindir mínarallar úr berginu og það myndast jafnvægi með tímanum milli vass og bergs og þá myndast vissar ummyndunarsteindir sem eru sem sagt stöðugar við lægra hitastig heldur en þegar að kvikan að kristallast á dýpi. Og þannig að með því að nota sér tól efnavarmafræðinar að þá ef maður þekkir efnavarmafræði sem bara í rauninni stöðuleiki steinda við vist hitastig og þrýsting og stöðuleik og jafnvægi vass við þessar steindir þá getur maður séð hvort að vatni sem að seytla hafi náð stöðuleika eða jafnvægi og þetta hafði aldrei verið skoðað í jarðhitakerfum áður þannig að fyrsta greinin sem að ég skrifaði var verkefni sem ég byrjaði með á Íslandi og tók með mér til Bandaríkjanna að ég skoðaði hvort það væri komið í efnajafnvægi á milli vass og steinda í Svartsengi. Og þessi grein var notuð sem kennslugrein í mörgum háskólum, frétti ég seinna. Og ég komst að þeirri niðurstöðu að vatni væri það bil í jafnvægi. Þannig að það næri jafnvægi við 230 gráður sem hitinn á vatninu þarna eftir nokkur 100 ár. Og þetta snýst hitan á vatninu? Já, hiti og þrýstingur hefur áhrif. Þannig þú getur ekki svarað af hverju mér finnst vera besta vatn sem ég smakkað hafi verið í Korsíku og það öðruvísi á bragðið heldur á Íslandi. Þannig að þetta snýst ekki það hvaða af eindónum úr berginu sem að vatni seytlar niður kemur upp þegar ég drekk það. Það fer eftir Leistu efnin í vatninu fara eftir gerð bergsins. Ég held að bergið í Korsíku sé alveg frábært til þess að framleiða drykkjarvatn og líka Ég hef aldrei komið til Korsíku. Það líka í frábærlega gott vatn í Noregi skíðastaðnum sem heitir eitthvað Geilo. Geilo, já. Það ótrúlega gott vatn þar. Já. Og ég hef alltaf séð þetta fyrir mér að það var fyrir eftir í hvernig sían þegar það fyrir í gegnum bergi. Það er bara eftir hvað efnasamsetningin á berginu. Já. Og það þetta ekki alveg þín greininga og hvað akkur vatn svona gott. Jú, það er bara hjá okkur er bergið basíst og sýrustig af vatninu er mjög hátt. Þess vegna er svona eins og maður sé með sápu á puttanum að maður þvær sér upp úr köldu vatni. En á öðrum stöðum er kannski bergið kalsíumkarbonat, þannig að þá er það svolítið súrt og svo er granít og alls konar súrt berg. Þannig að svo getur verið einhvers konar saltlög í berginu, þannig að það er meira uppleystu salti. Það er mjög mismunandi vatnið. Já, vatnið er mismunandi eftir mjög gott í Stykkishólmi til þess. Frábært vatn í Stykkishólmi. Ég verð að segja það. Það er mjög ólíkt bara hvar maður er á landinu. Sumir segja vatnið sé betri í Hafnarfirði en ég hef ekkert farið að kynna mér það. Ég held að það hljóta að vera mjög svipa Gvendabrunna vatni. Já, það getur verið að hvað er langt í pípuna og ég held að hversu langt maður hversu nærri maður megin ég hugsa að það skiptir máli. Já, það getur vel verið. Því að þú þarft að láta renna ansi lengi til þess að reynsa taka
Þannig að fáir ferskt vatn ég þarf að það sem að ég bý þá þarf ég að láta vatnir renna svolítið að þá til að verða almennilega kalt. Það verður aldrei kalt hér í Bólóttunni þess að geymi ég vatnin í ískap. Já, þess notar maður í flöskunni í ískap. Já. Herðu? Já, þannig að, já, ég sérfræðingur í efnavarmafræði vatns og jarðhitakerfum. Já, og það þín, bara þín starfsæfi hefur verið það. Já, ég var að vinna við það. Minn draumur þegar ég fer til Bandaríkjanna að koma tilbaka til Íslands og fara að vinna á Orkustofnun. En svo kynnist ég manninu mínum, Bernie, sem Breti og í Bandaríkjanum og hann hafði engan áhuga að flytja til Íslands. Hann líka jarðfræðingur og við förum saman til Bretlands og förum að vinna, hann vísur frá London. Svona ekta kokkni, gaur. Við fórum að vinna við háskólan í Bristol. Á þessum tíma var Margaret Thatcher að láta meta háskólana og einhverjum ástæðum að byrja á jarðfræði allstaðar í Bretlandi og út úr því þá voru nokkrum jarðfræðdeildum lokað, það voru ekki að vinna áhugaverðar rannsóknir og aðri voru stækkaðir. Og Bristol, það átti að loka jarðfræðideildin í Bristol en háskólarektor leist ekkert á það af því að allar hinar raungrinnar voru vel þekktar og stóðu sig vel og hann fekk einhvern veginn svona second chance hjá þessari nefnd og það var ákveðið að pumpa fé inn í jarðfræðideildin í Bristol sem var bara hreinlega sagt upp. Aðrir bara fóru og inn voru ráðin svona 15 manns á 1-2 árum. Þar á meðal ég og sem sagt Bernie. Þöks heilari Margaret Thatcher. Það var heilari Margaret Thatcher sem sá fyrir því. En svo kostaði þetta svo mikið að ég held að það ekki farið í nefna 1 eða 2 fög í viðbót og svo hættu þessu bara. En þetta hefði gífulega áhrif á jarðfræðirannsóknir í Bretlandi. Til betra eða verra? Já, við byggðum upp að gífulega flotta deild sem hefur verið í samkeppni við Oxford og Cambridge síðan. En þú hefur verið háskólaborgari síðan? Ég hef bara verið í akademíunni. Bara þá þú byrjar í háskóla, þá séð þú en núna ertu orðin emeritus? Nú ég orðin 70, já. Já, þannig að ég hef í rauninni, ég tók 1 ár vann hjá ráðgjafafyrirtæki eftir að ég kláraði doktorsnámið, að mér fannst það svo leiðilegt að ég fór og ég sóttum að fara til Parísar í nýdoktors starf og fór þangað, það svona dóttir mín fædd þar og hélt svo áfram í akademíunni. Og þú hefur náttúrulega verið að einbeitaði bara að jarðfræði, en samt eitthvað svona pólitísk sýn í mörgu sem þú ert að gera. Já, og það erfitt að sjá það hvað varma fræði vass og bergs og ég skildi í rauninni við það fyrir 25 árum eða svo. Ég varð fyrir svona vitundavakningu árið 2000. Þá ég sem sagt í 5. sammæli nágranna minns út í Bristol og enda þar á einhverju spjalli við einhvern mann sem ég aldrei hitt áður og þá spurði ég svona eins og maður gerir á Íslandi og hvað gerir þú? Og sagði já, ég vinn svona í umhverfismálum. Ég sagði já, ég líka. Því þá ég að vinna rannsóknir á svona strúktúr á mengunarefnum í vatni og yfirborði steinda og var að vinna við svona hraðal í Norður Englandi eða synkotron heitir það á ensku og var orðin algjör flottur vísindamaður sem að kollegum mínu fannst en þessi maður var að vinna að því að lífið okkar á jörðinni verði sjálfbært var sérst að vinna með allan hnöttin en ég var að vinna á atómskál og
hann hét Richard St. George, þessi maður, og hann var síðan svona minn mentor í sjálfbærni hugsun. Hann var sem sagt framkvæmdastjóri hjá samtökum sem hétur The Schumacher Society, og Fritz Schumacher var þýskur hagfræðingur sem vann fyrir kólastofnunina eða British Coal Board í Bretlandi, og var með svona álitinn að mörgun vera svona frumkvöðlin í sjálfbærni hugsun. Hann skrifaði bók sem að ber titilinn Small is Beautiful, sem var birt árið 1973, og hann fór til Burma og var síðan mikill frumkvöðl í buddískri hagfræði og þar myndi göttunum. Þannig að ég eyddi heilu sumri í að fara og drekka kaffi með Richard og ræða máli með hann og fara svo heim og lesa og stara á tölvuskjáðan minn að því að ég vissi ekkert hvað þetta gera næst. En svo ákvæði það bara, fyrst ætla ég bara að segja upp starfin mínu og fara að vinna fyrir einhver félagasamtök eða eitthvað. En svo ég segi, það nú ekki svo vitlaust að komið svona nýja hugsun inn fyrir nemendur. Það er alltaf vissu fjölda nemendur sem flýtir í gegnum kerfi hjá manni á hverju ári. Þannig að ég ákvað bara þá að skipta algjörlega út og fara að kenna málefni sem að tengja sjálfbærni og leita mér að rannsóknarverkefnum sem ég gæti fara að vinna þarna líka. Þannig að ég... Þurftu þið ekki að passa inn í jarðfræðideildina? Þegar árið 2001 er ég verði prófessor, full professor. Það getur enginn sagt þér hvað átt að gera þá. Þannig að ég bara algjörlega breytti til og fór að pæla í allt. Fyrsti styrkurinn sem ég fekk var að hvernig ætti maður að byggja upp sjálfbær samfélög. Það var sem sagt Evrópustyrkur. Og annar var eitt af því sem ég komst að þegar ég var að pæla í þessu fyrst, að þá var ég að kenna nemendum mínum jarðvegseyðingu og þá fyrir ég að sjá hvað er hraðin á þessari jarðvegseyðingu með að við hraðan á jarðvegsmyndun. Og það vissi það enginn. En svo fór ég að safna saman gögnum og komst að því að í svona venjulegum iðnaðar landbúnaði að þá eyðist jarðvegurinn svona 100 til 1000 sinnum hraðar heldur en hann myndast. Þannig að við erum að eyðileggja jarðveginn okkar. Þannig að þetta voru fyrstu svona sjálfbærni verkefnin sem að ég fór í og síðan var ég meðlimur í Schumacher Society og var síðan fór þar í stjórn og var stjórnarformaður í því. Og síðan er mér búið að vera með í hópi sem heitir The Balaton Group sem var stofnað af Donellu og Dennis Meadows og fólk hittist árlega við Balaton vatn í Ungverjalandi. Það var svona sett saman til þess að leyfa Austur-Evrópu og vestræna heimi að eiga eitthvað samtal. Og það eru líka allir sjálfbærni pælingum og svo var mér búið að verða meðmeðlimur í Club of Rome sem er þarna líka og var náttúrulega Club of Rome sem að lét vinna þessa vinnu sem að Dennis Meadows stýrði með Donellu takmörk vaxtar og þannig að ég er alltaf að læra eitthvað nýtt og kemst ég bara hreinlega að því að ef við ætlum að hafa einhvern séns á því að verða sjálfbær að þá verðum við að breyta hagkerfinu. Þannig að þar er ég búin að vera undanfarin ár og er núna að skrifa bók það hvernig þetta hagkerfi ætti að líta út, sem sagt jarðfræðingurinn, að því að hagfræðingarnir er ekkert að pæla í þessu nema mjög fáir. Og þessi hugsun er náttúrulega ekki komin til Íslands og eins og heyrðist það í samtali ykkar Ásgeirs í gær að þá er þetta bara ekta svona nýfrjálsilgu fjárlög sem við erum að fá hérna. Sko þetta er merkileg saga
Segjum að í þessu samkvæmi þarna, ég hefði allt innu komið þarna inn og sagt hérna, nei, Vala, og þú ekki náð að spurja hennar mann hvað hann var að gera. Já. Hefði lífið þitt orðið bara allt öðruvísi? Það hefði orðið allt öðruvísi. Það hefði kannski, þú veist, það hefði kannski, ég bara veit það ekki. En hvað gerist að ég meina þú hérna, það lítur að gerast eitthvað, það verður svo verðið bara straumhvörfi í haustum að þér þegar hérna þú ræðir þennan mann stuttastund og þú bara ítir svona þínum verkefnum frá, að sömuleyti þá ertu eiginlega, svo tekur reyndar sko verkvarakistuna úr hérna jarðfræðinni af því að þú fattar allt inn að það er hægt að nota hana, en þú hefðir kannski bara verið til í að bara byrja bara á okkur allt öðru, fást eitthvað bara allt annað, bara út af svona einu augnabliki. Já, þetta er svolítið, þetta voru, einhvern veginn, mér er alltaf fundist að ég átti að hitta Richard. Þetta var eitthvað augnablik sem að, hérna, ég man að maðurinn minn, hann var hérna líka Bernie og við byggum hinum yfir götuna og hann fór heim á undan mér og svo þegar ég kem heim að þá var hann grautfull að segja að ég hef verið að daðra við einhvern kall og ég sagði, við vorum bara að tala saman, halló. En svo urðum við Richard sko mjög góði vinnir og ég lærði mjög mikið af honum og ég fekk hann til að koma og tala við nefndu mínar og síðan voru haldið þarna ráðstefnur á hverju ári sem hétu The Schumacher Lectures. En ég er ennþá að hugsa þetta augnablik. Já. Þú segir að það er eins og þú að vera átt að hitta hann. En kannski er það þannig í lífinu að það voru nokkri Richardar og alls konar fólk sem þú áttir að hitta og þú hittir, en þú varst bara ekki meðtækilega á staðnum. Það er náttúrulega algjörlega mögulegt líka. Svo er það líka annað, þú getur hérna, lent í ykkur svona og uppgöta allt í einu bara og sérði eitthvað. Já. Svo kemur mánudagurinn og þá er spurningin býtu, ég er með hérna þessi hérna 25 ára starfsferil hérna á bakvið, svo kemur allt í einu eitt svona augnablik, hvort á ég að láta stjórna því hvert ég fer næst og flestir segja, þú veist, þetta var ótrúlega áhugaverð upplifun, en fara í það að gera það sama og gerði það áður. En sko kollega mínir í háskólinni í Bristol heldur hreinlega að ég hefði dottið á hausinn og bara skildi ekki hvað ég var að gera. Nei. En ég held bara ótrúlega frá og ég fór að tala við fólk út allan háskóla og reyna að fá fólk til þess að setja saman svona einhverja grúppu og en af hverju, ég er að spyrja því sko, af hverju hérna fórstu ekki bara að gera það sama? Akkur varstu svona sannfærið að því að sko, mér hefur alltaf fundist að svo vinna sem ég er að vinna, að hún verða að hafa einhver tilgang, eitthvað sem hægt að nýta, vera hagnýtt. Ég held að það hefur verið þess vegna sem ég ákvaða að ég ætla að fara að læra um efnafræði jarðhitavars og svo geti ég unnið orkustofnun. Það verið svona hagnýtt. Og síðan það rannsóknir sem ég var að vinna á alls konar strúktur og alls konar efnum að það var ég að tengta við, þú veist, hegðun eiturefna og geislaverkna efna í umhverfinu eða er það einhvers konar umhverfisleis og þar myndi göttanum. En þarna var allt í einu verkefni miklu stærra. Mér fannst eins og ég hefði mist sjónar af stóru myndinni. Þú hort og þröngt. Ég var bara alveg komin hérna niður á atómskala og því ég fór að hugsa það sem að eitt prófessorinn hérna sagði oft við okkur hérna í háskólanum í Northwestern, eldri maður, og hann kendi okkur jarðfræði á allt annan máta heldur en ég hefði lært á Íslandi. Hann sagði alltaf, you gotta look at the big picture. Af því að hann kendi okkur þróun jarðar frá nútímanum og tilbaka. Þannig að frá nútímanum þar sem við skildum þá krafta sem eru í gangi í sambandi við hérna færslu og meginlöndum og tektoník og alltaf þessu og eldvirkni og fór svo yfir jarðsöguna yfirleitt jarðsöguna byrjar maður á Elstaberginu og kemur svo inn í Newtaman en hann kendi okkur þetta frá nútímanum og inn í til þess að skilja gamla tíman og þannig að ég sagði mér, núna þarf ég að munna hvað hann sagði við okkur hann Larry Sloss. Ég þarf að fara að harfa aðeins á stóru myndina.
einhver leit það hugmyndunum bara þekkingaröflun að það sé mjög gott að þú sitt að horfa á þetta á bara atómin því að svo hleðst bara upp þekking hérna en það gagnast alltaf ekki nema að við getum sko lesa eitthvað samingi í þetta það verður bæði að vera þekking og svo eitthvað samingi sem að það sem við byggjum með svona erum með annars konar hugsun þar sem að við erum með svona bara eins og sé önnur tegund af hugsun sem að maður sér þetta líka því að það oft þegar fólk komið svona hérna á seinni hluta starfsævinnar að fræða fólk hefur svo samhengi til þess að geta búið til stóru myndina því að þú þarft að hlaða svo miklu upp til þess að ráða við hann ég man eftir einn deildarforseti minn hérna í jarðfræðinni satt einhvern tíðan svona fyrir fram með og sagði Akkur viltu vera í þessari deild? Þú ert ekkert að vinna neina jarðfræði. Og þá sagði ég, já en jarðfræði er bara mjög góðu grunnur fyrir sjálfbærnihugsun. Hann nærði núna, hann náði því ekki þá. Sko. Það sem hefur síðan kannski gerst á þessari öld er að hegðun mannsins, afleiðingar af henni, hefur farið inn í hérna, aðra greinar og meðal annars bara jarðfræði. Það hefur verið að skoða að maðurinn er bara svo mikil fyrirferð á honum. Hann hefur áhrif á þú kannast þess að deilum hvort að við séum komin á mannöld eða ekki sko sem er það ekki jarðfræði hugtök? Já, heitir að vísu á íslensku manntími. Já, manntími. Ípokk er tími á íslensku. Og ég tel okkur... Mannöld er miklu fallera, sko. Það kemur úr mannfræðinni. Það er ekki... Við jarðfræðingar, við ákvæðum með þessu tímabil. Já, það er deilað þetta. Já, það verið að deila það ennþá. Það sem er áhugavert við þessa deilu er að hún hefði verið algjörlega óhugsandi bara 1970 eða 80 eða... Það er bara núna á þessari öld, það sem er að renna upp fyrir hérna hversu... ótrúlega mikil áhrif sko maðurinn og hvernig hann hegða sér núna hefur á þennan hnött. Já, við hreyfum hérna miklu meira magna af efni heldur en öll náttúruöflin. Já. Þú veist, eldgosin, hérna rof á ströndum, rof á... Meirinn sjórinn, meirinn vindurinn, meirinn regnið, meirinn eldurinn, meirinn gróðurinn. 10 sinnum meira. Hreyfum við og þessi sko þessi hröðun ég trúi þess ekki þú trúir þess ekki? Já, ég bara, hérna, fyrst þegar maður heyrir eitthvað svona þá bara, hérna, þetta bara ég veit ekki hvar ég á að sitja þessa hérna í hilluna mína þetta er bara að við þessi 10 sinnum meira heldur en allt hafið allir vindanir, allt hérna bara hérna loftslagið eldgosin, eldvirknin, gróðurinn, dýrin að við séum 10 sinnum meiri áhrif á umhverfið heldur en allt þetta. En hugsaðu sko svo allar þessar borgir sem er verið að byggja allar þessar innvið sem er að byggja þú veist, ef þú lappar Austur-Evrópu að búið að endurgera og endurnýja allar borgir þar síðan að opnaðist til vesturs og allt þetta búa til meira, setja meira að hlöðnu grjóti á göturnar og gera svona næs og huggulegar. Hvaðan kemur allt þetta grjót? Það kemur úr fjallanum okkar. og svo erum við komið þangað að þú veist einhver sementgaurar í Þýskalandi vilja bara flytja heilt fjall til Þýskalands. Og sandinn það er orðið þannig að það eru sko sjóræningar sem koma og soga upp sandinn af ströndum þannig að fólk vaknar morgunin eftir og ströndin er farin og þá er bara einhver sjóræningaskip búin að soga þetta allt upp og flytja þetta til Kína eða eitthvað við erum þar við erum náttúrulega orðin 8 milljarðar og þessi mikla hröðun á öllu hvort sem það er hérna hagvöxtur, efnisnotkun hérna innviða uppbygging og allt þetta hún hefst í kringu 1950 og það er þar núna sem að jarðfræðingar er að karpa hvort að það sé rétti tíminn til þess að segja að manntíminn hafi byrjað
1950. Þá þetta rekja í jarðlögum út allan heim kjarnorku úrgang. Því þá voru sprengdar svo margar kjarnorku sprengjur. Að við getum þetta rekja það í stöðuvatnum og sjávarseti. Og eftir það það mannskepnan sem að veldur mestu þróun bara hnattarins í heild, ekki bara lífríkisins, heldur bara... Já, sko hugsaði þegar í lok ísaldar að þá voru vilddýr 99% af lífmannsspendýra og maðurinn 1%. Nú er villta lífríkið 1%. Og síðan eru húsdýr eru 67% eða eitthvað og svo mennirnir 30 eitthvað%. Þannig við algjörlega breytt þessum Við höfum bara farið að tillögu Guðs sem sagði okkur að gera okkur þetta undirgefið, nefna dýrin. Já, einmitt, við í aldagarðinum. Sko, eitt af því ég var í kaflinn sem ég að skrifa klára núna í bókinu minni að þá var ég að skrifa hvaðan þessi hugsun kom að við gætum bara nýtt náttúruna án þess og bara algjörlega aðskilja okkur frá náttúrunni. Þessi svona dualismi, kallaði dualismi. Tvíhyggja, já. Og við erum hafið yfir hana. Þetta átti sér stað og það voru semst heimspekingar á upplýsingatímabilinu frá 17. öld og Descartes og fleiri sem aðskildu sem sagt huga og líkama. Þá var hægt að krufla í fólki og skera það upp og krefja það þegar það var dáið og til að læra og svona og svo var hugurinn eitthvað allt annað. Hann tengdist Guði og einhverju. En á sama tíma þá aðskildum við okkur líka frá náttúrunni. Að við ættum bara að nýta okkur náttúruna. Hún væri bara þarna fyrir okkur til þess að nýta. Og í staðin fyrir að skilja það við hugur og líkami er eitt, við vitum það núna. Og við erum hluta náttúrunni. Þannig að við þurfum að komast aftur þangað til þess að okkur þykji vænt náttúruna og við skiljum það að við erum hluta af henni til þess að vernda hana. Þegar flestir alast upp í borgum og hefa verið voða lítið út í hreinni náttúru, þá ekki nema að vona að fólki finnst bara allt í lagi að setja hálendið undir vatn til þess að búa til vatnsorkuver eða setja vindmyllur upp á hvert einasta fjall eða alveg ekkert aðeins að hugsa alla fuglana sem að fljúga þarna og sjónmengunina sem maðurinn verður fyrir og hljóðmengunina og allt þetta. Við þurfum svona vitundarvakningu og ræða þessi mál og ég sem sagt las bók sem ég fannst mjög áhugaverð fyrir nokkrum árum sem heitir The Nordic Secret og skrifuð af dönskum heimspekingi sem heitir Lene Andersen og sænskum fyrrverandi fjármálafrömmuði sem að sá ljósið og heitir Thomas Björkman og þau fóru að pæla í því hvað var það til þess að þetta nútíma fyrirmyndar samfélag sem að flest heiminum finnst var byggt upp á Norðurlöndunum. Og þá komist það því að það voru upplýsingin kemur ekki til Danmörkur fyrir en í kringum 1850 og þá eru stofnaðar svona samræði stofur, það voru konur sem voru með svona stofur í Zürich og París og Edinborg og víðar, og salón og þá voru 2 danskar konur sem byrjaði með svona salón og það koma klerkar og aðrir framámenn í samræður og þau gerir sér grein fyrir því að það sem áþarf að halda
hinn almenni borgari sem voru þá bændabönnin, bændasamfélagi þyrftu að fá þessar upplýsingu til sína því þetta var nú aðalega bara elitan í meginlandi Evrópu. Og þá stofnuðu þeir lýðháskóla og á 50 árum voru byggður upp nokkur 100 lýðháskólar, fyrst í Danmörku, svo í Svíþjóð, svo í Noregi, svo loks í Finnlandi. Og það var á þessum árum, þar sem þessum unga fólki kom sem sagt, fyrst voru það bara strákar, svo voru það stelpur og strákar og koma frá bændabílanum, þau kunna lesa og skrifa og kannski eitthvað fleira, en þau koma bara til að ræða hugmyndir. Þannig að við þurfum að fara í svona aðra upplýsingu til að ræða hugmyndir. Eins og heimurinn og framtíðin sé þeirra verksvið. Já, akkurat. Ekki það að við getum haft áhrif á framtíðina. Við þurfum að hafa einhverja framtíðasýn, hvert við viljum fara og ég saði frá þessari bók í Silfrinu, var með hana með mér. Og sagði nú ég sem bara stofna svona völustofu og bjóða fólki heim. Og svo kem ég heim, við sem með mér, ég get ekki sagt þetta í sjónvarpinu og svo gert ekki neitt. Þannig að ég sendi út skilaboð á Facebook, sagði nú ég bara stofna völustofu, við ætlum að lesa saman The Nordic Secret og sjá svo hvert það færi. Og það var bara fullt af fólki sem allt í henni kom, alls konar fólk sem ég aldrei séð. Og þetta var voða gaman og við hittumst svona einu sinni í mánuði og við lásum The Nordic Secret og við lásum Tíman og vatnið og svo lásum við greinar. Eftir Andra Snæ. Eftir Andra Snæ, já. Og svo kom COVID og þá laðist þetta af. En nú fólk að biðja mig að byrja aftur, þannig að nú ég búin að kalla Við vorum ekkert ræðið og ég sagði þú ætti bara að gera það hérna í Rauðaborðið, þú verða með völustofu. Já. Af því að félagsrýmið öðruvís í dag, auðvitað skiptir miklu máli að hittast og ég alveg samfærður að það verður miklu betri samtöl ef maður að tala við fólk auðlítið til auðlítis, heldur en eru í Já, við reyndum að gera þetta í COVID á Zoom og svona, það gekk ekki neitt. Nei, það verður gaman ef að verða En ég búin að kalla fyrsta fund sem er síðasta mánudaginn þessu mánuði, en við getum það bara rætt að flytja þetta hingað. Við finnum út af því. Að þetta reitt sem að þjótt að tala með Norðurlöndin. Að því þetta einhver leiti merkilegt að því að það annað sem að verður til á svipuðum tíma sem að svona það verður leikmannabilding innan kirkjunar sem að skiptir rosalega miklu máli það sem að Norðurlöndum voru svona embættismanna kirkja og það gerð bilding eða uppreisn og það verður svona leikmannakirkja það sem er litið svo á að Guð beint fyrir ofan alla, sko. Það hann ekki bara, ég þarf ekki að tala við prestin og hann við biskupin og svo einhver staðar hittir einhver fínn maður Guð, heldur hann Það geta allir beint samband við Guð. Og ég var svolítið að, ég nefndi áðan að ég hefði verið að ferðast í Noregi og svo fór ég Skotland og ég var svona að hugsa að fara hringinn í kringum Ísland að koma við Ísland til þess að reyna að skilja Ísland svona og ég mæli með þessu að við breytti svolítið hugmyndum minnum Ísland. Eitt þegar ég var í Skotlandi þá skynjaði maður það mjög fljótlega að það einhvern veginn öðruvísi hugmyndi til dæmis í Skotlandi heldur Englandi. Bæði það efnahagslegt að því að englendingarnir höfðu landeigendunar en það var almenningur í Skotlandi. En svo tengist það líka einhvern veginn að þegar að siðaskiptin verða að þá sérstök útgáfa sem í Skotlandi. Það sem að Guð miklu nær venjulegu fólki, kannski vegna þess að þeir áttu almenningin og það var ekki sama hírakían og var fyrir sunnalandamærin eða í Þýskalandi Keltarnir líka hafi eitthvað svo það eitthvað við keltana sem drúitarnir, þeir voru náttúrulega í beinu sambandi við náttúruna og það voru eina bókuna sem ég hef búin að vera að lesa undanferðið fjallar einmitt þetta að það voru hjá drúitanum voru það konur sem að pössuð upp á náttúruna. Það voru konur sem að voru
einhvern konar gyðjur í skóum að passa upp á skóana og svo eru gyðjur sem að passa upp á uppspretturnar og þannig að þetta var og til að passa upp að það verið hreinar og fólk geti koma að fengja sér vatn og svona þannig að þeir voru miklu nær náttúrunni og ég held sko að kirkjan, þessi kristna kirkja, hún tók þetta frá okkur. Og það sem að voru brendir hérna á Íslandi sem galdrakellingar þetta voru ábyggilega konur og einhverjir menn líka sem að voru í beinu sambandi við náttúruna sem að voru með beinu tengslu við keltana sem að komu af því að það var náttúrulega 40% af þjóðinni voru keltar. Ég man það, ég var að tala einhvern tíma um einhvern prest sem á að sá það kirkjan hefði hérna, tekið samband okkur við náttúruna í burtu og hann var voða hérna sorgmættur yfir því. Já. Svo allt í einu sagði við mig, ég held ég fari bara í doktorsnám og rannsakið þetta. Það sem ég ætla að því að endurreisnin var öðruvísi í Skotlandi og það getur hérna presturinn hérna frettuðum að það er bara þannig. Og svo ertu með þannig almenningin og það er svona það er svolítið svona öðruvísi staða almennings í því samfélagi heldur var víðast hvar annars þar og svo koma finna englendingarnir leið til þess að eyðileggja þetta hana hjá Skotunum vegna þess að þeir eru alltaf að gera árásir yfir til Englands. Þannig að þeir hérna gefa höfðingjónum allan almenningin og það verður til landeiganda stétt í hérna Skotlandi. Já, og fólk var einmitt þannig að ég var í Skotlandi núna nýlega og ég fór til Oban og þar var einhver svona sögulegt plakat einhver staðar upp á vegg sem ég sá sem voru svona myndir af fólki standandi við bryggjuna í Oban og horfa sorgmættir á skildmenni sín fara borð í bát til þess að fara til Ameríku. Það er hálanda hreinsunin. Það var verið að hreinsa bara almúgan frá landinu. Það sem að gerðist þegar höfðingjarnir eignust landið að þá hröktur þeir burtu og þetta er eiginlega, ef þú ætlar að skilja áhrif kvótakerfisins þá ætlar að lesa hérna hálandarhreinsunina þar sem að almenningi er breytt yfir í eignaland og þá gerist það að þá er það bara eins og kvótinni tekið frá Þingeyri eða Húsavík eða eitthvað. Ég hafði náttúrulega heyrt þetta áður en ég var einmitt að hugsa ég þarf að lesa meira þetta. Ok, það er fólkið hrækið burtu, það fer til Bandaríkjanna og það fer reyndar líka til Norður Írlands og svona og þaðan til Bandaríkjanna og svona. Og svo kemur almúga fólk frá Skandinavíu, það sem var hérna embættismanna kirkja eitthvað svona og hittir keltana þar í Ameríku sem að upplifa að þeir eru bara guður með þeim. Guð er bara guð almúgamannsins og ef að þú ímyndaðir kannski 1850 eitthvað sliðis að þú kemur innan úr samfélagi þar sem að kirkjan hefur drottnandi vald og er embættismanna kirkja og Guð er í liði með yfirvaldinu að þá er þetta náttúrulega stórkostlegasta uppgötu sem getur orðið. Guð er með okkur í liði. Guð er með okkur í liði. Hefur beint samband við mig. Og þetta fólk, sumir, fóru bara aftur því það voru konur í Ameríku og uppgötuðu þetta og fóru aftur til þess að segja sínu fólki og fóru aftur heim til Norðurlandana og þar verður leikmannabyltingin í kirkjunni og mér finnst þetta alltaf að vera það sem að vantar eiginlega í söguna Norðurlöndin mér finnst það vanta þennan kafla að þegar það gerist snögglega að Guð er tekin í lið með almenningi og ég held að það sé forseta þess að þessi samfélag fóru að reyna að byggja frekar en önnur upp gott samfélag sem að hentaði alþýðumanna. Þetta, þú varst nú að tala um Já, einn af þessi var svona með frömuðurinn í þessum lýðháskóla málum í Danmörku var einmitt prestur en ég veit ekki hvort hann hafi farið til Ameríku. Nei, ég held ekki Grundvik alltaf. Jú, það var Grundvik. Já, það var Grundvik, en hann fór ekki til Ameríku. Nei. Þetta er svona sem að ég held að fólk sé að hugsa núna er það semst hvernig náðu við áttum eins og við byrjuðum kannski að tala þegar við varum að tala um fjölskylduna þína þessar tvær kynslóðir sem að ná að breyta svona miklu af því að einhver leiti þá og þú talaði líka um nýfrjálsíkjutímann og eftir nýfrjálsíkjutímann og svo kannski komin einhver annar tími þarna sem er miklu líkari því sem kannski var á 1800 eitthvað þannig við erum komin
við erum komin á svo skringilega slóðir að þá held ég að fólk sé að leita að þessu, hvernig getum við náð aftur sko ykkur afli í samfélaginu til að snúa við. Já, sko. Eitt að vita að mannkynið að tortíma jörðinni, annað að vita, þú veist, hvernig getum við stoppað það og hverjir eiga að vera stoppað því að þeir sem eru með völdin í dag, að það eru þeir sem eru að tortíma jörðinni. Þannig við verðum að breyta, við verðum að taka völdin af þeim. Já, ég veit það og það einmitt þar, ég í verkefni með tveimur samstarfskonum mínum, einni sem býr í Wales og hinn í Lundi og við köllum verkefni, þetta nú bara svona okkar prívat verkefni, við köllum það Stuck in Transition. Veist, á hverju vitum við að það þarf að breyta hlutunum og það alls konar rannsóknir unnar og skrifaði bækur og alveg græðir en það breytist ekki neitt þannig að það okkur það sem við vorum að pæla í þarna upp í ópan og við byrjuðum á að greina sko 12 doktorsritgerðir sem að voru í verkefni sem að ég stýrði sem að var styrta af Evrópusambandinu og bara titilinn man ekki hvað verkefnið hét Adaptation to New Economic Reality þess að aðlögun að nýjum raunveruleika vegna þess að auðlindirnar að þverra og náttúrunnar og visskinn að eyðileggjast og þessi nemendur unnu mjög sem voru í orkumálum, öðru voru í auðlindamálum sem voru í svona meira í hagfræði hliðinni hringrás á hagkerfinu og degrowth verkefni og svona og við svo hafi verið að skoða niðurstöðunar úr þessum doktorsritgerðum en svo hefur við líka tekið annað inn en við erum sérst ekki búið með verkefni en það er gaman að tala um það þegar við erum komin að lengra. Þetta vandamálið sko, því að það er eitt að vita og annað að vita. Já, ég veit það. Ég veit alveg að það er óvart fyrir mig að reykja og ég ætla að hætta að reykja en ég er samt að reykja sko. Þú veist og ég meina það er svo margt, bara fólk getur bara að sé það í eigi lífi að það er svo margt sem það veit en það gerir ekkert, það er ekki allir sem hætta bara á sykur. Nei. Og það er margir sem vita að maður á ekki bara á sykur. Já, og bara sykur. Og það sömuleitt þetta ástandi sem er í samfélaginu. Mörgur finnst að ég sé að færa einhverja gífulega fórnir, ég segi bara, mér finnst það bara ekki góður. Þess vegna borðið hann ekki. Það veit allir að það er betra samfélag ef við gætum að þeim sem standa veikast. Já. Ef við gerum ekki því. Nei, við erum ekki nógu góðið því. Það veit allir að við verðum að byggja yfir þá sem eru í húsnæðisvanda ef við gerum ekki því. Nei, einmitt. Það veit allir að við verðum að stoppa landeyðingu á Íslandi ef við gerum ekki því. Nei. Það er sára lítið. Allt og lítið. Við höldum rosalega margar ráðstefnur það. Já. Og gefum út margar bækur það. Já, en það vantar framkvæmda áætlun sem fyllt eftir. Kannski vantar sko hver á að breyta og það þeir sem eiga að breyta eru þeir sem að óréttlætið bitnar harðast á. Það er réttindalausa fólkið sem að reisa upp og breytti heiminum og því það gerist ekki þannig að allt í einu segi kapitalistandir heyrðu strákar við getum ekki alveg bara eyðilagt í jörðina ef við ekki að fara að vera góðir. Já sko nú það fjármagn hinnar ofurríku sem að stýra þessu og það unnað að því að hörðum höndum á Íslandi að það sé þannig hér líka og hvernig í ósköpunum getum við komið böndum yfir þetta 0,1% sem eru vestu umhverfissóðarnir. Við verðum bara að finna einhverja leið til að gera það. Við erum náttúrulega við rauðborð og við erum sósíalistar megin og við segjum að það eru einu sem að geta breytt þessu eru þeir sem að standa sem að óréttlætið bitnar harðast á. Og þeir verða einfallega að nýta samtakamátt sinn, skipuleggja sig og taka völdin af þeim sem eru að eyðileggja jörðina og samfélagið. Algjörlega sammála því. Því að við höfum sáralegt að trúa því að þeir sem eru kannski rétt í kringum 1% ætli að einhvern veginn að milda hjarta 1% þannig að farið að hegða sér öðruvísi. Við höfum enga sérstaklega að trúa því sko. En mér finnst eins og öll fókusin á þessu í kringum allar þessar
sko ráðstöfnur og eins og þessi samkeppnum bestu hugmyndina, að þá allt í nú segi hérna hinn ofuríku, já, þetta snjallt, við skulum gera það. Við höfum bara ekki að trúa því hérna sósíalistafni, sko. Það verður bara þeir sem að hérna 1% er að ræna framtíðinni. Algjörlega. Ræna lífskyninu, þau verða bara að taka og skipulegja sig og taka það frá stýrinu sem er að eyðileggja jörðina og svo bara fara að stýra sjálf. Já, einmitt. Er þið komið plan? Ég er með. Já, við höfum verið að ræða þetta. Þú nefndir viðtalið hérna, við Ásgeir Brynjar og áður var ég að tala við Guðmund Hrafn til dæmis. Þá vorum við svolítið mikið að tala það, sko, hvernig skipuleggjum við hreyfingu almennings. Og það bara... Svo getur við svo löng leið. Eitt þarf að skilja hver þú ert í samhenginu og óréttlæti sem að bitnar á þér er ekki þér að kenna heldur að verða fyrir óréttlæti sem kemur annar staðar. Það er svona sjálfsmyndaruppbygging. Svo þetta að hafa trú á því að ef ég vinn með öðrum sem er í svipari stöðu að við getum breytt einhverju og það sé holdt fyrir mig og gott fyrir mig. Þannig að ég held að það sé bara, þess vegna erum við svolítið mikið undanfarið að tala bara svona félagsuppbygginguna sem varð til þess að sko langa amma þín sem að hafði enga rétt. Okkur hvernig hún gat orðið að þér sem hefur hellingarétti getum við ekki fundið leiðina sem hafa farið þangað. Það er svolítið áhugavert að skoða það. Þú ert að gera þetta með Völustofu. Já, en sko Andri Snær er mjög góður í að skýra út fyrir fólki áhrif loftslagsbreytinga með því að byrja á og afa og fara svo inn í barnabörnin sín. Hann tengir hann saman tíman. Þess vegna og hvað eru umlega mikla breytingar á stuttum tíma? Já, og ég held að það eina sem að getur komið svona hreyfingarstað er hreinlega samtalið. Að fá fólk til þess að koma fram með sínar hugmyndir og hvernig þeir vilja framfylgja þeim. Bara fara svo í aðgerðir. Og þú ert að gera þetta með Völustofu. Og ég held að séu margir að leita af þessu, sko. Hvernig byggjum við einhvern veginn svona félagslegan afl. Stundum hugsaðum maður að kannski verður bara að byrja algjörlega á grunni að fólk komi saman, ræði saman í einhverju trausti og byggja upp á bara hinn raunverulega svona félagslega galdri sem er á samskiptum milli fólks og hvort þú getur byggt upp hreyfingu út frá því. Því kannski er ekki hægt að koma með svona lausnina að þú þarf einhvern veginn að spretta upp úr einhverju svona Já, sko, nei. Eins og þú nefndi Lýðháskólana, ég nefndi þarna kirkjuna. Við þurfum að einhvern veginn að koma svona samræðastað ef við bara best að byrja heima. Fyrst í Reykjavík og svo að setja einhver fræ út til þess að slíka samræði fari fram annars staðar á landinu og ég pældi var mikið í því þegar þessi Völustofa fór á stað og fólk hafði svona mikið áhuga að hvernig gæti ég farið með þetta verkefni út allt land. En svo náttúrulega kom COVID og það var ekkert úr því, en núna hef ég líka meiri tíma. Þannig að það væri mjög gaman að geta sett saman einhvers konar eða farið landið og fengið áhugasamt fólk til þess að halda samræðina áfram þegar ég er farin, að ég get náttúrulega ekki verið allstaðar. Og ég meina það var mjög áhugavert við þetta fólk sem allt í einu spratt upp heima hjá mér heima í stofu að södra te og tala saman að þá til dæmis einn nemandi úr Háskóla Íslands, ungur maður, hann kom alltaf og hann átti ekki bíl, hann tók strætó frá Seltjarnarnesi og upp í Mosfellsbæ til að mæta. Það mikinn áhuga að hafa hann verður svo fyrsti sem mætir hjá mér núna í lokmánaðar og svo var þarna kona sem að er einhvers konar námsstjóri hjá Reykjavíkurborg, hún var mætt hún bauð mér svo að koma og tala við skólastjórana sína til að koma inn með einhverja nýja hugsun í skólana þannig að þetta var bara mjög áhugavert og hinn eru þessir, Þannig að fólk hefur áhuga og það eru margir sem að vita að það þarf að fara í einhverja breytingar en ekki okkar komið með aðgerðaráætlun. Og fólk verður líka að vera sammála það hvað þeim finnst að þurfa að gera. Það er ekki nóg að segja að við viljum ekki ástandi sem heldur þarf að vera eitthvað svona hvert við förum næst.
Því að við þekkjum arabíska vorið og alls konar svona byltingar sem eru höfnun á því sem það og ef það ekki svar hvað því að koma svo þá getur endað með óskupum. Já, það er náttúrulega líka þarna Occupy Wall Street að þeir virtist heldur ekki vera með plan. Þeir var líka mætt með rosalegu ofbeldi. Það bara þetta er náttúrulega bandaríska ríkið er náttúrulega fasist. 0,1% þannig sem að vildi náttúrulega enga breytingar. Allt nota til þess að brjóta niður hreyfinguna, ráðast og grafa undan öllu forystufólkinu og svo bara mótmælin bara hreinsuð Þetta er ótrúlegt hvernig ríkisvaldinu er beitt til þess að brjóta niður lýðræðislega aðgerðir því að almenningur er oft í þeirri stöðu, hann hefur hvergi stað til þess að tjá sína pólitík nema frá götu. Já. Það er náttúrulega ekki nógu gott. Þegar stofnanirnar flokkarnir eru farnir, þú veist, fræðasamfélagi í Bandaríkjunum stendur veikt, þar er verið að fólk að hætta bara því að sagði eitthvað sem að stríður gegn stjórnarstefnunni í Gaza. Ég veit ekki hvort þú tókst eftir því í morgun, ég kíkti aðeins á fréttirnar á RÚV áðurinn í kominga að Google var að segja upp 28 manns sem að hefði farið í eitthvað setuverkvall til að mótmæla samvinnu við Ísrael. Bara því það voru ekki fylgjandi stjórnarstefnunni að það voru reknir. Við erum bara komin á svo háskalegan stað. Já, og þessar konur sem voru háskólarektorar líka, sem að voru ekki að stöðva samkomu nemendar að mótmæla aðgerðum á Gaza. Þar verður bara hreinlega rekna. Þetta er svipað og þegar þú ert í háskóla að háskólarektor hafi verið rekinn vegna þess að hann stoppaði ekki fund El Salvador-málið. Já. Þetta er náttúrulega, við erum komin á svo og það er náttúrulega við hefðum náttúrulega getað rætt nýfrjálshyggjuna, við skulum ekki gera það en það er náttúrulega ein áhrifin af henni er náttúrulega niðurbrot stjórnmálakerfisins sem er afleiðing af nýfrjálshyggju. En varðandi eldurspartíð árið 2000, þar sem að þú sveigir á braut, að þá er eins og að þú svona áríðanleika þessa máls. Því að það er mikilvægi og svo er áríðanleiki og það er með mannin sem er að reykja. Hann veit mikilvægi þess að hætta að reykja, en hann er ekki með áríðanleikan að ég verða að hætta að reykja núna. Og samandi að því ég var að tala þarna sósíalísku sýn á hvernig baráttan verður, að byggja náttúrulega á því að það er áreiðanleiki þeirra sem að hafa það allra verst, að þau verða bara að berjast fyrir lífi sínu og þar sé drifkraftur til þess að gera breytingar. Já, bylting frá grassrótinni. Það er bara fólk sem að verður að fá breytingar bara núna, þá er áreiðanleikan komið. Það getur vel verið að þú sért einhvers staðar bara velsett millistéttarmaður einhvers staðar í Garðabænum og þú veist að þetta gengur ekki, en það er ekki áríðanleiki hjá þér að fara að gera eitthvað. Og þá er ég að velta fyrir mér hjá þér, hvernig þú upplifir þetta, því að þú eiginlega frá þessu augnabliki að þá snýrðu bara í einhverja baráttu og breytir þínu lífi eiginlega í svona baráttu. Þú upplifir að áríðanleikin sé gríðarlegur. Við verðum að bregðast við bara núna. Já. Ég skynja það strax og síðan fer ég sem sagt að hitta fólki í kringum Schumacher Society í Bristol og með eða án Richard og fara á þeirra árlegu ráðstefnu og það er svolítið skrítið að lýsa það en mér fannst ég vera komin heim. Ég var búin að fá svo mikið nóg af þessum akademiska hroka að vera bestur, ég er nummer 1, ég er bestur. Flestir viti mig. Þetta voru náttúrulega flestir kallar, ég var fyrsta konan í deildinni í Bristol, fyrsta konan sem var prófessor líka. Það var alltaf, mér finnst alltaf verið einhver barátta bara mí eða ég, en þarna í þessu samfélagi fór að tala við fólk og lesa bækur og hlusta á fyrirlestra hjá Schumacher Society. Þetta var allt fólk sem var að hugsa ekki bara sig, heldur
jörðin okkar alla og allt samfélagið. Þú veist, ég man eftir það einn maður sem talaði miklu eldmóð á fyrstu ráðstefnu sem við fórum á að planta aftur kaledóníska skóginum í Skotlandi. Það var bara hans verkefni. Þú veist, og þetta var einhvern veginn, já, ég var svo glöð. Og ég vildi endilega fá að vera með og finna út hvernig ég gæti verið með. Og þannig ég skildi í rauninni við ég skildi við efnavarmafræði samfélagið og svo fólki nokkur ára eftir sem Vala, okkur kemur ekki á ráðstefnu, okkur sé ég ekki lengur. Ég er bara komin í annað samfélag. Sem að þið varst það væri gaman að koma að hitta þig en mér langar ekkert á ráðstefnuna. Og maður getur heldur ekki verið á öllum ráðstefnum. En þeir fannst nýja samfélagi vera meira gefandi og já, og meira í jarðtengt eða tengt við raunverulegar raunveruleg vandamál í heiminum og vilja finna leið til breytinga. En hinir voru allir inn í einhverju sílói að ná aðeins lengra á sínu sviði. Þannig að já, mér fannst ekkit gaman í rauninni. Ég man það þegar ég fyrst framgangi prófessor, þá hugsaði ég, og það var árið 2001, nú get ég farið að gera eitthvað annað, því þá er ég farin að pæla í allir þessum hlutum, vegna þess að mér var farið að líka illa við sjálfa mig, af því að í rauninni, þegar maður er í svona samfélagi þar sem allir eru að pota sjálfur sér áfram, að þá var ég náttúrulega að gera það að vissu leyti líka, til þess að sökkva ekki undan kallavellinu. Gera meira en kallanir. Já. Verða meiri kall en kallanir. Já, akkurat. Þannig að ég gæti skilið við þetta. Það fannst mér æðislegt. Það var kannski fyrsti skilnaður sem ég voru í gegn. Herðu, í gegnum, já. Svo komstu til Íslands. Já. Og þetta professor í háskólanum. Já, fyrst var ég sviðsforseti. Sviðsforseti. En síðan kemur til Íslands eftir að hafa verið 30 ár erlendis eða svo. Og það er svolítið breytt samfélag sem þú kemur að lifa í heldur sem þú yfirgafst. Já, En how do you like Iceland? Ég bara þekkt ekki Ísland sem að ég var að flytja inn í aftur. Ég bara skildi ekki hvað hefði verið að vera og hvaða pælingu við fólk hefði verið í og ég veist mér, hvað var gildin sem að ég lærði sem barn, þú veist, að heiðarleiki og samkennd og hvernig fór það bara allt í út gluggan? Hvað skeði? Ég veit ekki ennþá nákvæmlega hvað skeði, en ég veit náttúrulega að nýfrjálshyggjan kynnti undir því. Kannski en einhvern veginn ólst fólk upp við að það væri allt í lagi bara að svindla svona inn í kerfinu. Já, kannski svari bara, já, við vildum stærri eldhúsrýtingu. Ég man að eitt kollegi minn upp í háskóla eftir hrun, við vorum bara sötra kaffi saman á kaffistöfunni og hann var svona eitthvað að hrista höfuðið yfir einhverju nágranni sínum sem var svona ung hjón sem hefði keypt hús við hliðina á honum upp í Breiðholti. Og hann sagði, ég náttúrulega byggði mitt hús sjálfur og á það núna skuldlaust en nágranni mínir þeir seldu húsið og það var einhverju ung hjón sem bæði einhverjum flottum störfum sem að keypti það og það var allt rifið út, þú veist, eldhúsið og hörðurnar og gólfin og allt þetta og svo keyptu þau sér jeppa og svo keyptu þau sér einhvern aftan í vagn til að draga landið með tjaldi og þetta var allt á lánum og svo þegar hrunið var þá mistu þau bæði vinnuna og með lán sko upp á sem að voru næstu upp á 100% af eignunum sem að náttúrulega örðu miklu meira og þau mistu húsið og sitt og allt og hann sagði á mér að finnast það að á ég að vorkenna þeim spurði hann mig
Þetta var bara svona eitthvað algjört brjálaði. Hann sagði mér aldrei dottið í hug að rífa eldhúsinnréttinguna mína út og tekið lán til þess að búið að kaupa nýja. Já. En það var eitthvað brjálæðisleg og ég sem sagt fekk þegar Alþingisskýrslan kom út rannsóknarskýrslan hrunið að þá réði ég 3 nemendur til þess að gera kerfisgreiningu á ruglunum sem hafði verið í gangi á Íslandi. Og það var mjög áhugavert. Bara fórum í gegnum, þetta var ekki bara bankakerfið eða fjármálakerfið, þú veist, það voru líka, það voru fréttamiðlarnir og það var bara samfélagið allt og það var háskólinn og allt þetta tengdi þetta allt í svona ásækja samhengis myndum. Og það er ennþá núna að til dæmis þú getur séð svona veikleikana í lýðræðin okkar er það vegna þess að sko háskólinn er veikur og fjölmiðlarnir eru veikir og þú veist, við getum ekki bara kirkjan er veik og verkalýðshreyfingin var veik, hún er vonandi eitthvað að vakna núna. Það eru mjög veik almanna samtök til þess að gæta hagsmuna, til dæmis leigjenda, einstæðra foreldra og eitthvað fleira. Þannig að þetta tengist allt saman og þess vegna erum við með samfélagið það sem er rekin eiginlega stefna gegn vilja mikil meirihluta þjóðarinnar í svo til öllum málum. Það er bara vegna þess að sko lýðræðið systemið okkar er orðið bara mjög veikt. Já, og hugmynd mannanna að hvað áhrif ég get haft í samfélaginu er kannski áriðin engin. Fólk heldur að sé að tuða fyrir fram að sjónvarpið eða skrifa á Facebook eða eitthvað sé aðgerðir sko. Já, einmitt. Fólk er ekki ná að duglega að koma saman og ræða málin. Nei, og kannski þurfum við einhverja svona bara vakningu gildi. Það held ég alveg ábyggilega. Gildin virtist nú alveg koma fram á þjóðfundinum, hvað fólk vildi. Það er svo gleymdi það. En svo bara einhvern veginn gleymdist þetta allt saman. Svona tengist þarna atvikinu í eldhúspartíinu að eitt er að vakna á þjóðfundinum og sjá eitthvað. Svo er annað að láta það virka næsta mánudag og næsta þriðjudag og hafa það sem leiðarljós í lífinu en verði ekki samdauna umhverfinu strax aftur sko. Já, einmitt. Það er svolítið kunst. Mér fannst það svo mikil synd að þetta færi svona að þessi þjóðfundur er haldinn og svo vann engin úr þessum gögnum að neitt að viti og síðan sem sagt kemur stjórnarskrár samstarfið og það er líka bara sett hann í skúffu. Þetta er algjört ofbeldi gegn almenna borgara. Þvert á vilja almenningsbæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni og svo hefur við komið fram í öllum könnunum síðan að almenningu vill fá þessu stjórnarskrá. Já, ég veit það. En stjórnmálastéttin sem er að þjóna einhverjum öðrum en almenningi segir bara nei. Akkurat. Það er bara þjónar ekki okkar hagsmunum með þeirra. En ég veit ekki hvað er með grey mannskepnuna. Það er svona stand-up maður í Bandaríkjunum sem að ég má ekki nefna því að hún var slaufað. Hann sagði einhvern veginn sögu af því sko að þegar Guð kemur til jarðarinn aftur og spyr mannin sko hvað ertu búin að gera? Hvað ertu búin að gera við paradísin sem ég gaf þér? Eitthvað svona hvar eru dýrin? Og tréð og hvað er þetta? Volið vont loft þetta, hvað er þetta? Og hvað er þetta svarta sem er þarna? Þetta er olía, hún átti að vera orðin í jörðinni. Já, en við vildum fara aðeins hraðar. Það er sko gæðin sem að við erum að fá eru kannski ekki alltaf svo merkileg sko. Í samanburði við það sem að við teljum vera eitthvað svona raunveruleg skildi í lífinu sko. Við erum til að fórna svo miklu fyrir svo lítið. Já, það er eitthvað líka verið að það er ásýndin sem að fólk verðist vera að pæli í. Það var ein vinkona mín sem að líka upp í háskóla sem að lærði og vann svo í Bandaríkjunum á tíma og kom svo hingað heim og hún og maðurinn hennar keyptu sér íbúð og svo áttu við svona einhvern lítinn sumarbústað á landinu hjá sem að foreldrar hennar búa upp í Borgarfirði og svo voru allir að segja við okkur fáðu ykkur ekki nýtt eldhús, okkur stakkið ekki bústaðin, okkur bla bla og hún alltaf, okkur finnst þetta bara mjög kósí, takk við þurfum ekkert að vera inn ennum frákvæmdum
hún sagði að sko sumi vinnur hennar hefði algjörlega farið á kúpuna í hrununni vegna þess að þau hefur komið í algjör drögg. Og það er ávið hlutafólkinu. Já. Svo er hlutafólkinu sem hefur eiginlega enga valkosti og ég erfiðleikum með að ná saman til þess að eiga bara fyrir mat út mánuði. Já, það er náttúrulega bara skammalegt á þessu land okkar. Og það er þegar verið að meta virði fólks í framleiðni, svo þeir sem eru í verkum sem eru svona bein, sem ekki er hægt að auka framleiðni, eins og í leikskólum og kennarar og hjúkrunarkonur eða hjúkrunarfólk og hreingerningarfólk og svona, að það bara er alltaf á botninum. Þegar við erum að nota þessa möndru að það þurfa alltaf að vera að auka framleiðni. Það er að snúa sig við svona. Ég skrifaði einhverja greinum þetta í vísbendingu fyrir jólin. Já. En við erum að snúa sig við. Já, akkurat. En fyrstu verði síðastir og henni síðastu verði fyrstir. Sko, tengdadóttir mín, hún sagði einhvern tíma við mig, heyrðu, Vala, finnst þér ekki leiðilegt að vera alltaf að tala um sölu við hlutana? Hvernig nennir þessu? Ég sagði bara, ég er ennþá með von. Ég ætla ennþá að halda áfram. Ekki missa það. Nei. Heyrðu, Vala, takk fyrir að koma hingað við Rauðaborðið. Takk fyrir að bjóða mér, þetta er búið skemmtilegt samtal. Og breyta Rauðaborðinu í smástund í Völustof. Já, akkurat. Gangið bara sem allra best. Takk kærlega. Og hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við og hlusta á spjall okkar. Minn ykkur á að það er helgardagskrár framundan á samstöðinni, nóg af efni, úrval vikunar hér á eftir og svo verður þátturinn Synir Egils á sunnudaginn. Þið fylgist með. Takk fyrir. Segðu það á samstöðinni.